velkomin í Mad Men. Við erum hérna með góðan gest, Jóhann Butler. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt gott, sko. Velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir það. Hann ekki bara Butler. Hann líka dansari. Danskennari. Já, passar. Það kenna dans líka. Ég kenni nú ekkert í dag, sko, en ég er búinn að læra þetta, sko. Ok, eru að tala samkvæmisdans? Samkvæmisdansa, já. Okay. Ég nefnilega mann eftir líka sem dansdómari. Jú, það passar. Dans, sjónvarpsþáttunum. Já, allir geta að dansa. Allir geta að dansa líka? Já, það var bara það, ég var í tím. Varstu ekki dans? Nei, ég var ekki þar, sko. Þá var ég að rugla það saman. Dóttir mín var að keppa þar, sko, þannig ég gæti ekki verið þar, sko. Þannig, þá hef ég verið að horfa á Allir geta að dansa. Ég horfði bara á þáttin sem þú varst í, sko. Já. Það voru 2 seríur sem er búið að gera því og vonandi verður bara að gera fleiri seríur. Já, svakalega skemmtilegt. Já. Og hvort finnst þið skemmtilegra, Butler eða dansar? Þetta er bara allt skemmtilegt. Sko. Það er búið gaman að geta gert sko alls konar hluti. Það þurfi ekki alltaf að vera að gera það sama. Það er búið skemmtilegt. En er eitthvað líkindi þarna á milli? Ertu svolítið að dansa þegar þú ert Butler? Já, maður er alltaf að dansa eitthvað smá hverjum degi, sko. Dansa í kringum kúnnana og svona. Akkurat, ég sé það fyrir mig. Þetta þarf að vera svolítið lipur. Já, og maður hefur lent í því að kenna dans í partíum og alls konar þess maður er að vinna og svona. Það er allt til í þessu, sko. Já, en hvernig kom það til að þú ákvaðst að gerast Butler? Já, það var nú bara hvatning frá konu minni, sko, eiginlega. Varstu ekki að þjóninu nógu vel heima? Já, það mætti kannski segja það. Ég hef aldrei hugsað það svoleiðis, sko. En ég fór kannski svona pínlítið öfu að leiða þessu, sko, því að við vorum búin að vera að vinna á Bessastöðum í 10 ár. Vorum þar frá 2002 til 2011. Eiginlega sem butlerar, ráðsmenn og ég er ráðsmaður og staðarhaldari. Er það bara með honum Guðna eða líka Óla? Nei, við vorum að vinna hjá Ólafi. Já, ok. Og svo leystum við töluvert af þegar Guðni var forseti. Já. En svo hættum við það 2011 og ég verð briti á varskipinu Þór. Ok. Og það var mikið ævintýri, fór til Síle og sótti skipið og sildi með því heim til Íslands. Og svo eftir eiginlega ég hætti þar þá var ég eitthvað að skoða þetta og kona mín sagði bara, hverju ferðu bara ekki og lærir þetta þá bara. Og ég fór að skoða skóla og fann frábæran skóla í Hollandi sem kennir þetta. Ok. Og dreif mig bara út og kláraði þetta. Þannig að... Goed zo. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Danke vel. Já, alsjeblieft. Já. Þar með mín hollenska svona nokkuð veginn komin. Pappi nefnilega hollensku, þannig að ég kann nú eitthvað í hollensku. Ég gæti sagt, ég spreek geen Nederlands, alleen Engels. Þannig að svona, en lítið lærði maður nú í hollensku, þetta fór nú allt fram á ensku. Já, ok. Er í litlum bæ, ekkert mjög langt frá Maastricht, í Limburg, sem heitir Simpelveld, í gömlu munkaklustri. Nú, já. 7000 fermetra hús eða eitthvað svoleiðis, sko. En mjög skemmtilegt nám og Er þetta ekki fjölbreytt? Jú, þetta er rosalega fjölbreytt og ótrúlega skemmtilegt nám og þetta var 10 vikna nám sem ég fór í og þetta voru svona 12-14 tímar á dag hverjum einasta degi. Hvað gerir Butler? Það er nú það, sko. Það er kannski hvað gerir Butler en ekki, sko, er eiginlega kannski svona spurningi, sko. En þá er spurningi líka, sko, hver er munurinn á þjón og Butler? Það er rísa munur á því. Já. Og sá sem að þjónn eða framreiðslu maður, ef maður allan nú að taka þetta þannig, er í rauninni mannski sem er fyrst og fremst að vinna á veitingastað. Að bera fram mat og ég vil meina líka að selja. Sem sagt að framreiðslu maður er í mínum huga fyrst og fremst sölumennska og svo að bera fram mat. Þá er ég ekki að meina kannski svona ítinn sölumar heldur að hjálpa kunnanum og segja honum hvað er til og ráðleggja honum þegar vantar að setja hlutina saman. Þannig að ég kannski kona mín er meistari í framreiðslu og ein af dætrum okkar er það líka og það er kannski það sem að kannski ég sakna kannski mest þegar maður var að skoða svona það í náminu hjá þeim er þessi svona sölumennska þessi svona faglega sölumennska að
að við vitum alveg hvernig það sérstaklega þú ert að fara svona spara út að borða og svona, þú vilt láta segja þér hvað er til, koma með hugmyndir að hinu eða þessu. Já, þú vilt einhvern veginn að sé svolítið tekið utan um þig og leiðbendir svona í gegnum þetta og þannig að þú þurfir sem minnst einhvern veginn að gera og er bara alveg komin til þess að njóta. Já, það svolítið málið og ég veit ekki svo sem hvernig þetta í dag, vonandi þetta bara komið meira inn í kennsluna að hjálpa fólki í rauninni að selja. Og eins og ég segi, það snýst ekki um það að vera að pranga einhver inn á fólk, heldur meira svona að stækka upplifunina. Af því að stundum veit fólk bara ekki hreinlega að það sé hægt að fá til dæmis glasa kampavíni og svo framvegis og það gerist ekki nema þjónninn sé líflegur og skemmtilegur og segi konunum frá því hvað til. Þannig að það nú kannski svona það þjónstarfið svona og þetta fullt annað innifælið í því sumir gætu verið barþjónar og svo framvegis og það eru innkaup og það alls konar svona í þjónstarfinu. Sumt af því líka sem butler, en butler starfar fyrst og fremst inn á heimili og það í dag þetta kannski svolítið, það svona nokkra típur af butlerum. Gamli butlerin bara svolítið svona butler eins og í Downton Abbey. Hann sér í rauninni allt sem framfer innandyra í svona stóru heimilisaldi. Hann sér birgðahald, vín og svo framvegis. Sér alla þjónana, sér engaþjón húsbóndans og svo framvegis, sér að allt gangi upp, sér að það sé þrifið, hvar sé þrifið í húsinu hverju sinni, þó að sé svo housekeeper sem svo aftur yfir stúlkonum sem í húsinu. Já. En hann alltaf í rauninni yfir öllu heimilishaldinu. Garðyrkjumönnunum, hvenær koma þeir og svo framvegis. Það svona í stórum. Þessi tegunda butlerum rosa mikið að hverfa. Þó til ennþá og það töluvert það sé verið að óskætti butlerum í svona heimilishald í Miðausturlöndum og í Sádi og svona löndum. Það töluvert það. Eins og í dag butlerar að gera svolítið meira í dag inn á svona minni heimili, þeir eru líka bílstjórarnir, passa upp á hundana líka og svona. Stundum eru þeir butlerar sem elda. Það var nú ekki uppaflega þannig. Þannig að þetta svona svolítið, þannig að námi gengur svolítið út á þetta. Að þú getur í rauninni tekist á við flest af því sem svona inn á venjulegu heimili. Og bara, þú veist, eitt dæmi bara hvernig átt að pakka í ferðartöskur, hvernig átt að pakka rétt í ferðartöskur, pússa skó, pússa silfur og svo framvegis. Þetta búið til blómaskreitingar og þannig að þú veist, þetta svoleiðis. Svo náttúrulega auðvitað dekka upp og bera fram mat. Og svona, kannski ef maður segir í að bera fram mat, þar kannski munurinn á butler og þjónis sá að í rauninni butler ber helst aldrei fram meir en 2 diska. Já. Setur aldrei 3. disk upp á handli. Já, ok. Og butler hreinsar aldrei meira en 2 diska. Af því þú vilt ekki háfa hann sem hlýst af því að hreinsa. Já. Okay. Og það kannski svona, myndi ég segja, stóri munurinn. En svo það svolítið svona, það aðeins öðruvísi dekka upp á borð heldur en gert hér í hótel- og veitingaskólum til dæmis og það sé nú bara tekið sem dæmi. En ég ætla ekki að segja að það sé réttara það sem gert hjá butlerunum eða það sem gert í skólanum, sko. Þetta bara 2 svona svolítið mismunandi aðferðir. Já. Og butlerin kannski aðeins meira að hugsa fram í tíman og svolítið mikið að hvað maður að segja, hugsa hvað gæti komið upp, hvað kúnnin eða húsbóndin eða það svo að vinna, hvað hann gæti hugsanlega beðið næst og vera með það tilbúið. Þú ert að hugsa svolítið svona aðeins fram í tíman. Já, þetta svolítið svolítið. Og þá verið að reikna með að þú þekkir manneskina vel eða þá verið bara svolítið að þjálfa líka í að lesa fólk bara hratt, þú veist? Já, hvort heldur sem af því að það til náttúrulega hótelbutlerar, þeir eru alltaf að fá nýja gesti inn í svíturnar til sín.
Það meiri segja til sko, sérstakir baðherbergisböttlerar, það að segja, þeir nú ekki að hjálpa fólki á klóstið eða svo leiðis, en þeir eru meira semst að ef að fólk pantar til dæmis að þessi búið að láta renna í bað fyrir sig og þá alls svona freyði, dót og drasl og allt sett í baðið og svona. Þetta er allt saman vel. Já, láta skrúbba þig bjart. Þetta er svona á fínum svona flottum 5-stjörnu hótelum, þá getur það sem er kallað draw a bath. En þá er það gert klárt fyrir þig og kertaljós og svona huggulegt. Hefur þú einhvern tíma verið beðin að fara svona út í svona þetta gamaldags böttlerhlutverk? Eða hefur einhvern tíma prófað? Já, ég hef alveg verið beðin það. Þegar ég kláraði skólan, við vorum 2 sem útskrifuðumst þarna með hæstu einhverjum skólum og ég fekk boðum að fara til Saudi og taka mér heimili hjá einhverjum prinsi þar. Ég var eiginlega ekki alveg til í það bæði, þú veist, með 2 dætur ennþá heima og kona og ég, þú veist, ef maður hefði verið ungur og einn og svona, þá hefði maður kannski gert þetta. Já, upplifa. En nei, þetta er líka bara erfitt, þetta er bara gjör ólíku menningarheimur. En voru launin góð? Já, mjög góð. Og það er svona, þú veist, í svoleiði störfum getur verið með hörku fín laun. Ég var alltaf bara hræddur að væri með tígristýr heima og maður ætti að fara að klippa því neglurnar. Ég meina, það er allt til í þessu sko. Launahæsti böttler eiginlega í heiminum, allavega þegar ég að læra var böttlerinn sem var hjá P. Diddy eða eitthvað svoleiðis. Hann var launahæsti böttler en hann var líka í vinnu 24 tíma á dag, alla vikuna. Alltaf í síma, alltaf ready. En hann var með, ég man ekki hvað það var þá margar milljónir á mánuði sko. Og við erum að tala einhverjar milljónir á mánuði. En fólk endist rosa stutt í svoleiðistjópum. Almennt. Þess vegna eru þau vel greidd. En svo er þetta bara líka, það er rosa áhersla lögð á þagmælsku og svona, og þetta er allt í gegnum námið. Og þetta skiptir rosa máli og það er svo sem ætti ekki að skipta máli hvort þú ert að tala framræslu fólk á Íslandi eða kokka eða hvað, það ánáttúrulega að vera fullkomin þagmælska í öllu sem að við kemur þjónustu. Bara ætti ekki að þurfa neitt að minnast á það mikið en það er lagt ofboðslega mikið upp úr því. Og það var gríðarlegt áfall fyrir böttlerastéttina þegar Böttler Díönu prinsessu gaf út bók og upplýsti alls konar hluti og það var bara áfall fyrir stéttina. Bara einhver leyndamál í Böttler geiranum? Bara það sem hann upplifði með prinsessun. Já, þannig að hann var svolítið að uppljóstra, svolítið að svíkja the goat. Í rauninni sko. Og er það svolítið svona, er það til? Bara þú sem Böttler átt svona, þá er hægt að treysta þér til þess að what stays in Vegas það er bara algjörlega þannig sko. Ertu látin skrifa undir einhvern svoleiðis þagmælsku samning? Það er misjafnt sko, til dæmis eins og í veiðihúsinu þar sem við hjónin erum að reka í veiðihúsinu í Selá og Hofsá, þá náttúrulega er það ekki af því að viðskiptavinirnir koma til okkar en sko í rauninni skiptir það mig eiginlega engu máli hvort ég þarf að skrifa undir það eða ekki. Það er bara þannig að viðskiptavinirnir mínir eða kúnarnir mín, þeir verða bara að vita og treysta því að það sem gerist þarna er bara þar og það fer ekkert annað. Og það er bara algjört lykilatriði í allri þjónustu og ég í rauninni, sko, mér finnst það eiginlega ekki skipta máli hvort það heitir sko, veitingastaður í Reykjavík eða einhvers staðar eða svona, að þetta á bara að vera lykilatriði allstaðar. Þess vegna var eini vinur Batmans Böttler. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Sko. Og það er bara náttúrulega búið að vera margir frægir böttlerar í sögunni sko, bæði böttlerinn hjá honum og svo náttúrulega Riff-Raff í Rocky Horror Show sko, hann náttúrulega eitt frægasti böttler sögunni sko. Hannibal Lecter? Já. Hann var böttler? Já. Að einhverju leyti, þegar hann bauði í veislur þá var hann dressaði sig upp sko, og búin að dekka allt rétt upp og flamberaði fyrir fólkið og var svona eldandi böttler. En hann var svolítið sko, að við erum að tala Anthony Hopkins í rauninni, hann lék í mynd sem heitir The Remains of the Day sem var bók sem var gefin út fyrir mjög löngu og var þýdd á íslensku sem Dreggjar dagsins og þar leikur hann Böttler, það er geggjuð bíómynd og meiri sé að hann á pappa í þessari bíómynd sem er líka Böttler
og ótrúlega skemmtilegt að Hvað sagði hún heiti? Dreggjar dagsins á íslensku The Remains of the Day. The Remains of the Day. Já, eftir Kazuo Ishiguro sem að japansk. Það var líka Peter Sellers var í einni svona mynd. Það var butler. Já, og svo náttúrulega klassíst sem sýndi í sjónvarpinu held ég hvert einasta gamlárskvöld í Þýskaland og Danmörku. Butlerinn með gömlu konunni sem að hann drekkur fyrir alla gestina við borðið. Man ekki hvað þetta kallað, en þetta sýnt og þetta ég allir þetta sé ekki 60 ára gamall skets, breskur skets og þetta sýnt hvert einasta gamlárskvöld í sjónvarpi í Þýskalandi og Danmörku. En kemur orðið butler og bara þessi starfstétt frá Englandi eða Bretlandi? Nei, upphaflega er sko í rauninni ég held þetta orðið upphaflega komið úr latínu og botelier eitthvað svolítið, en það var sá sem að sá allt vín. Þaðan kemur þetta og þaðan verður það í rauninni skilt orðinu bottle á ensku og upphaflega vín var dýrt og svona og þetta sá aðal maðurinn það sem var dýrast í húsinu. Þannig að vínfræðin þín hlýtur að vera svolítið viðtæk? Nei, sko það var farið aðeins í vínfræði. Já. En það var til dæmis eitt af því sem ég skrifaði eftir námið. Það vorum beðin að koma með svona punkta. Okay. Ég tók það fram að ég hefði viljað gjarnan fá meira af því. Vissulega það voru alls konar námskeið, viskinámskeið og svo framvegis vínpörun, viski og ostar og alls konar svona sem var mjög skemmtilegt. Að sjálfsögðu. Mjög skemmtilegt svolítið, sko, já. En ég saknaði þið svolítið, sko, við fórum og heimsóttum Veuve Clicquot og það var líka mjög skemmtilegt. Fórum og skoðuðum þar allt framleiðsluferlið og vorum kynnt fyrir því alveg. Veuve Clicquot nú kannski veit ekki allir hvað það er. Gullekkjan er svona köllustundum á íslensku, kampavín. Já, ok. Og það var mjög skemmtilegt að sjá allt saman, hvernig hlutirnir eru gerðir. Allt samkvæmt bara mjög strangri hefð og reglum. Og þannig við náðum því alveg. En svo svona varandi rauðvín og svona, það er svona meira sem maður þurfti svo sjálfur svona aðeins að halda áfram með. Og ég svo sem ég ekkert svakalega góður í þessu. Mér finnst rauðvín annarkvort gott eða finnst það ekki gott, sko. Það er svolítið svoleiðis, sko. Annarkvort, já. Og en svo líka annað sem maður má ekki gleyma að vínsmekkur breytir svolítið með tímanum. Vín sem að ég var að drekka kannski fyrir 10-15 árum, sko, ég myndi ekki eins og nota í sósu í dag, sko. Vist það svo vant, sko. Ég er alveg þar, sko. Ég á ekki orð. Rauðvín er náttúrulega guðskjöf, sko. Já. Já, það er bara svo misjægt þessar, þú veist, það er nokkra þrúur og... Ég ekki ennþá lendi í einhverju sem ég get ekki drukki, sko. Já, ég hef lent í því, sko. Já. En svo er þetta líka mjög gaman í okkar vinnu. Það er náttúrulega mikið vínfólk sem kemur í húsin og er að koma með sín eigin vínstundum, mjög flott vín. Og það er rosalega gaman að sjá hvað smekkur fólks er misjafn. Þú veist, eins og Bretarnir til dæmis, þeir drekka eiginlega bara fransk burgundivín. Okay. Það sem þeir kalla claret. Og þeir drekka bara cabernet. Eiginlega ekkert annað. Og á meðan svona mikið af Íslendingunum þeir drekka Pinot Noir. Já. Það er mjög svona merkilegt að sjá þetta, sko. Ég til dæmis sjálfur er meira Cabernet kall, sko. Ég líka. Ég drekk bara Cabernet og ég drekk Rioja og Ribera del Duero. Svona kraftmikil vín, minnstu geggjuð. Já. Og ekki það minnst hinn líka góð, sko. En ef ég á að velja, þá velja ég alltaf eitthvað svona, sko. Já. Það er bara... Það er einu svona saga sem kemur í huga þegar þau voru að tala um þessi vín og kunnana sem að við fengum einu sinni í eitt veiðhúsi sem ég var að vinna í og nú er ég ekkert að svíkja neitt að því ég er ekki að nefna neina upp en það voru 2 bræður frá Rússlandi sem að koma á sínum einkaþotum og fara fyrst til Ítalíu á vínegrunna sínar og sækja þar nokkra kassa vínunum sínum og annar átti einn akur og hinn akurinn eitthvað kom með vínberinn líka og svona svo komum við þessa kassa í veiðhúsi og þessi var bara sett á borðið í veiðhúsinu þar sátu þau 2 opnuðu flöskunar hver á hættir annar og voru að smakka og bera saman hvort það betra hjá hvorum, sko. Þetta er alveg geðveikt, sko.
Ljúga lífið þeir sem eru komnir sko lengst í svona vínfræðum svona, og það alveg, þetta bara næst eins og sirkusatrið. Þeir geta bara sagt til hvoru megin í dalnum þetta hitt vín var ræktað og svona og þeir finna mun, sko ég finn bara meira, þú veist, finnst mér þetta bara gott eða finnst mér ekki gott, ég ekkit mikið að pæla í umfram það. Það samtalið svo margt sem getur haft áhrif þarna, sko, og þú að því að þarna ertu kannski í hæð og ef þú ert aðeins meira vinstra megin, þá ertu bara akkurat í skugga og þá færðu bara enga sól og þá bara breyta sperin algjörlega og þú fær bara allt annað vín. Og svo getur verið bara ákveðin halli sem einhvern veginn minkar því meira sem að fyrir vinstri hann að vatni lekur öðru í sig og vökvast misjamt og þetta er rosalega fræði sko. Þetta er galið. En ég sko, tel mig ekki vera þannig sérfræðing að ég sko finni þennan mun endilega. Nei. Ég bara finn, þú veist, mér finnst þetta gott og mér finnst þetta allt í lagi og mér finnst þetta ekki ggott sko. En ég dáist alveg að fólki sem að kann þetta og þú veist, getur alveg þekkt vín bara með því að smakka þau. Já. Og mér finnst þetta alveg geggjað. Ég hugsa áður en maður fór í vínfræðslu að þá hefur maður hugsað að allt þetta lið bara með þetta í kjæftunum á sér. Þetta allt vitleysa og þetta verður bara rauðvín, þetta bara svona, þú veist, þetta bara gott. Já. Svo þegar meira sem maður frættist svona aðeins þetta og sá bara, já, ok, þetta bara geimvísindi, sko. Þetta rosaleg vísindi. Já. Og það var eitt sem að sagði mér, sko, það var einn ræktandi sem að var að rækta vín niður í Suður Afríku og hann fekk til sín sérfræðing frá Frakklandi og sem var búin að vera í þessum bransa mjög lengi og kom bara niður til, tók smá mold, stakk inn upp í sig og sagði, já, hann vantar smá kalk í þetta og vantar svona. Já, þú veist. Hann smakkaði bara moldin, þú veist. Og þú veist, það eru sérfræðingar í þessu eins og öllu öðru og ég bara dáist að því að það sé fólk sem kann þetta og veit þetta. Já. Ég hef ekki farið svo langt en ég kannski þarf þess ekki beint í mínu starfi, sko. En það var vissulega farið í þetta. Ég hefði viljað hafa meira í þessu. En af því við vorum að tala bölleranámi þá þetta alls konar. Það bara, þú veist, það verið að kenna strauja og strauja hratt. Veist, af því að þú stundum kannski að vinna fyrir fólk og það bara rétt kemur heim eða það heldist niður í skirtuna og það þarf skirtu núna og hún kannski ekki tilbúin og þú veist, þá það bara strauja. Það gufustrauja sem virka þá best? Já, það þú veist, við vorum með svona strauja heita Laura Star sem svona, það svona toppurinn á þessu öllu með strauborði sem að bæði blæslofti eða sígurloft og svona. Það líka til frá Kersher sem að svona svipu játt líka sem eru fríar auglýsingar fyrir þessi fyrirtæki? Já, það bara... Alltaf þegar ég heyri svona þá man ég hvað lífið flókið maður. Það bara hægt að gera allt svo, þú veist, ég fyrir bara strauja einhvern veginn og ég hef aldrei pælt í því að auðvitað hægt að mastera þetta eins og annað. Að sjálfsögðu, en sko ég myndi segja, sko, þeim betri græði, sko, þeim betri sem græjanir, þeim auðveldar að verður þetta ekki til þess að flæka, þetta til að auðvelda að lífi, sko, ég bara meina eins og, þú veist, þessi Böttlerskóli hljóman eins og, sko, það getur allir haft gott að því að fara, ég myndi örugglega bæta margt í mínu fari ef ég færi í 10 vikna Böttlerskóla. Já, þú sko, það ótrúlega margt sem farið yfir og sem svo frábært, bara borðsiðir, mannasiðir, upptekkum, hvernig átt að sitja við borð og svo framvegis. Og ég verið ég verið með námskeið fyrir fyrirtæki og svona bæði í þessu, bæði borðsiðum og mannasiðum og ég farið og tekið fólk í kennslu svona framlínu starfsfólk bara hvernig þú átt að taka á móti viðskiptavinum og þetta svo kallar first impression og svo framvegis ég verið að gera töluvert af þessu sem ótrúlega skemmtilegt og það bara partur af böllerarstarfinu líka en það svona, þú veist, þetta var ótrúlega skemmtilegt nám. Lærði ég mikið, ég lærði óhemji mikið, kunni ég mikið, já, ég lærði líka, þú veist, það sem ég hafði verið að gera var líka alveg í fínu lagi, sko. En svo bætist bara svona ofan á þetta og læra alls konar lítil trikk hér og þar og svona, sem ótrúlega mikilvægt. Auðveldar lífið. Já. Og starf böttlersins í rauninni, sko, að gera starf eða líf vinnuveitandans auðveldara. Það er fyrst, það bara nummer 1, 2 og 3. Þetta svona pínu húsmæðraskóla, svona þær reyndar að læra að sauma og eitthvað svona, þú veist, þar segið þær en það
maður fær það svona fyrst svona impression að það sé venjulega kvenfólk sem fer þangað en það má vel vera að sé karlmenn líka. Já, það hafa einhverju farið í gegnum það svo sem, en þetta svona ég myndi segja að þetta væri svona kannski aðeins lengra af því að svo er kennt að halda utan það sem svo kallar böllera bækur og þú býr til svoleiðis þá það með öllu, þú veist, hvað er leirtaui til, hvar fæsta og svo framvegis og þú býr til bók í raunni allt þannig að ef að þú ert ekki þá er þetta að fletta upp, þú veist, ef öryggiskerfi bilar, hver með það, í hvernig á að hringja. Þú setur inn í þessa bók sjúkrahús, lækna og bara allt. Þú bara með upplýsingar troubleshooting í allar áttir og varðandi heimilishaldi líka sem sagt leirtauið ef að brotnar, hvað er hægt að kaupa meira, frá hverjum það? Kekja. Ég sé þetta fyrir mig smá svona ef fólk hefur hort á Game of Thrones og svona, sem svona Hand of the King svona nágin sem er svona leiðbeinandi og heldur utanum allt og meðan kóngurinn gerir sitt. Já, þetta bara, það í rauninni starfið svolítið bara að gera starfið að líf þess sem þú ert að vinna fyrir auðveldara. Já. Og alveg sama hvort að það gestur á hótel í 3 daga eða hvort þú ert að vinna í fullu starfi við þetta og þannig höfum við hjónin svo sem litið á okkar rekstur í veiðihúsunum að það gengur allt út á þetta að gera upplifunina betri og stærri og að gestunum okkar líði vel og að það fái þetta ekstra og skólastjórinn í skólanum hjá mér úti hann sagði sko skilgreiningin á butler er kannski einhvern veginn þannig að butler þjónusta þjónusta sem þú vissir ekki að væri til en finnst algjörlega nauðsynlegt að hafa það er svolítið. Já. Hvernig gengur ykkur að reka svona mörg veiðihús í einu á sama tíma? Það myndi náttúrulega aldrei ganga nema að því við höfum gott fólk með okkur og fólki sem með okkur veit líka sem sagt, hvernig við viljum hafa hlutina og við höfum haft bæði það hefur starfað hjá okkur lengi við erum með starfsmann sem við starfum okkur lengi hjá okkur í Hofsá og sem sér eiginlega þá bara það hús fyrir okkur veit hvernig við viljum hafa það þá í fyrra fengum réðum við strák sem útskrifast úr sama bölleraskóla og ég Býtu, ég held að þú er svo eini sem að það er þjóðveri sko. Nei, það er reyndar einn annar Íslendingur sem að hann kláraði, sko ég kláraði 2017, hann kláraði 22 eða 3 er að vinna í Bláa Lónu. Já, það var akkurat það sem ég ætla að spyrja út í. Hann er að vinna þar og hérna þannig að við erum orðnir 2 og það gengur bara rosa vel hjá hann og mikil ánægja með hann þar. Og leðu hann útskrifast ringda þá beint í þig? Nei, hann talaði við mig áður en hann fór í skóla. Já, þannig að það bara böttler hringir í böttler. Já, það er bara þannig sko. Og við höfum alveg hringt í hvort annan ef við veitum að vantar eitthvað einhver staðar og svona til þess að redda hlutum fyrir og þar. Ég finnst þetta svo gott orð, böttler. Já, þetta voða flott orð sko. Menn hafa stundu verið að reyna íslenska þetta og kalla þetta brita. Já. Má kannski til sannsvegar færa hjá landhelgisgæslunni var alltaf briti borð og þegar ég ráðum þangað þá var ég ráðum þangað sem briti en britin var borði í skipunum var svona nokkuð skonar hótelstjóri í gamla daga. Hann sá allt saman, sá línið og innkaup og allt þetta en svo var matsveit sem eldaði en núna er þetta allt sama starfið en er ennþá kallað briti þannig að já, briti, það er allavega það íslenskasta sem hægt er að kalla þetta starfsheiti. En samt vantar upp á það? Sko, í þeim skilningi sem að britastarfið er í dag, það er rosa mikið litið á britastarfið í dag sem að þú sért kokkur á sjó. Já. Það er svolítið svona, það er orðið pínlítið þannig. Það var alltaf briti í heimavistinu á Akureyri og hann var bæði mötuneytið og svona aðeins meira. Þannig að brita svona orðið í dag tengist aðeins meira eldamennsku heldur en svona vera þetta er sko briti er eiginlega kannski næstuð eins og að vera hótelstjóri í einkaheimili það er svona kannski ef maður svona reynir að útskýra það svolítið þannig
þannig, en þetta svona, þú átt að geta redda hlutunum þannig þetta ótrúlega fjölbreytt starf og ótrúlega skemmtilegt og námið getur nýst fólki í hverju sem og það ekkert galið fyrir þá sem eru búin að læra þjónin eða framreiðslumannin eins og maður ávið að skalla það ekkert galið að fara og taka völlerinám sérstaklega að þú ert ungur og nýútskrifaður og bara geggja að fara til útlanda í 10 viku og læra eitthvað í leiðinni sko. Gerir þið bara hæfari starfsmanni sko, í rauninni, það gerir ekkert annað sko. Þannig að þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og það heldur ekkert galið fyrir til dæmis matreiðslumenn sem vilja kannski vera meira inn í svona private eða svona enga heimilum og svona ekkert galið að taka butlernámið ofan á og það náttúrulega bara risa markaður í þessu sem að þeir kalla private service á ensku, svona enga service, það að segja kokkar að elda í skíðaskálum niður í Saint-Tropez, niður í Monaco á snekkjum og svo framvegis að það rosalega stór markaður í það rosalega stór. Það alveg eftirspurn eftir butlerum þannig séð fólk vil fara að læra þetta? Já, það eftirspurn, það svona fyrir eftir í sko, það mikil eftirspurn hefur verið frá Bandaríkjum. Einu vandinn þar að það erfitt að fá grænakortið og komast þangað. Það svona gallinn. Í Breitlandi tölverið eftirspurn eftir þeim þeir bara þú færð ekki mikið borga fyrir að vera þar. En hins vegar sko, það orðin meira og meira eftirspurn líka inn á hótelum, svona fínni hótelum. Og ég var rosalega ánað með að Bláa lónið skildi stíga þetta skref að fá butler inn í vinnu hjá sér vegna þess að það búið að tala um það í svo mörg ár að í ferðabransanum að við viljum fá ríkari ferðamenn hérna inn og svona en sko það rosa gott að geta sagt þetta en við eigum ekki rosa mikið af fólki sem kann að taka móti ríkum ferðamenn og þetta ekki sagt út af einhverju snobbi, það bara ríkir ferðamenn haga sér öðruvísi heldur en við venlegu ferðamenn. Þeir eru vanir öðruvísi þjónustu. Þeir eru vanir að vera á hótelum þar sem eru butlerar og þar sem þeir fá ákveðna þjónustu. Svo koma þeir á hótel á Íslandi finnst þetta bara svona skrítið. Þetta lykill, herbyggið, þetta uppi. og svo pantar morgumat og þú veist, með fullri vinningu það bara einhver nemi sendur upp með morgumat en þetta bara gert einhvern veginn svolítið. Og ég ekki að segja þessi gert illa en aðalmálið bara að ef þú ætlar að taka á móti svona ofurríkum ferðamönnum að þá þarftu að vera með starfsfólk sem kann að gera það. Já, akkurat. Þetta bara svolítið lykilatriði í þessu. Það náttúrulega líka bara minnkun á fólki sem að fer og segist í þjóni núna. Það bara rosa lítið af þjónum í MK yfirleitt og mættu vera bara 3 fleiri. En já, ég alveg samanlega, þú veist, þetta hefur gengið svolítið í bylgjum. Fyrir svona 20 árum, þá voru bara 1, 2, 3. Svo þegar dóttir okkar útskrifast, þá þau held ég 18 eða 20. Það var rosa stóra árgangur. En það sem að gerir svo oft í þessum bransa að sko, þjónarnir brenna svo fljótt upp eða hætta í bransanum. Við erum ennþá á gólfinu, þú veist, komin yfir 50. Þú veist, kona mín hún lærður framleiðslumaður sem ég ekki, en þú veist, það ekkert margir á okkar aldri sem ennþá að vinna á gólfinu. Hvað leyndamálið? Þetta bara ógeðslega gaman, sko. Já, það ekkert leyndamál. Nei, það ekkert leyndamál. En hins vegar eru við að vinna aðeins öðruvísi. Það sem ég held að gerist rosalega oft á veitingastöðum og svona að menn að vinna þess að 2-3 vaktir og svona, þetta rosalega langar vaktir og ofan á það legg svo að það oft undirmönnun. Það ekki nóg að það séu langar vaktir, heldur svo mikil undirmönnun. Og þegar það svo mikil undirmönnun að þá bara þarf að hlaupa aðeins hraðar til að hlutinni gangi upp. Og ég held að það sé svona eina ástæðan fyrir að fólk svona brennir svolítið upp í starfi. Og ég held að þetta sé líka með kokkana. Að þú veist, það eru bara ofáir að vinna. En maturinn, fólki þykir maturinn dýr. Og þú veist, þannig að þetta er rosalega erfitt að halda þessu jafnvægi. Og þegar maður reyna að útskýra fyrir fólki, þegar fólk að segja, já, svo dýrt að fara út að borða, kosta bara 10 skall steikinn og svo framvegis.
jú, ég tengi alveg við, þetta alveg mikið að borga, en þegar þú brýtur þetta, þú veist, niður þessa tölu, að af 10.000 kallinum fer milli 4.000 og 5.000 í laun. Þú veist, það ekki rosalega mikið svo eftir. Leigan kannski, eða hráefniskostnaðan, ég meina 30%, og þú ert ógeðslega góður og nærðunum mikið niður fyrir 30%, og þú veist, þá ertu komin í 8.000 skall, þá 8.000 skall farin að þessum 10.000 skalli. Svo ekstra kostnaður og þannig að þegar maður útskýrir fyrir fólki hvernig verðið uppbyggt, þá skilur fólk það alveg. Og þú veist, stærsti liðurinn í þessu launakostnaður. Og ef þú ætlar að fara að bæta við fólki, þá náttúrulega eykst launakostnaður. Þannig að þetta rosa erfið staða að vera í, en ég held að það svona mín skoðun, ég held að fólk springi svolítið á þessu af því að það alltaf undirmönnum, þú ert alltaf að vinna undir brjálæðislegri pressu og stressi og þá verður þetta bara erfitt til lengdar sko. Þannig að sko eigandi þarf alltaf að eiga túpu af vasilínu fyrir starfsfólki, þannig að það brenni ekki á milli lærana. Já, það bara svona. Vasilín og talkum. En ég man alltaf eftir því að vera í eldhúsinu og hugsa reglulega, djöfull ég ánægður, ég skulle ekki vera fram með maður. Af því að það kannski klúðrast eitthvað svakalegt, bara segjum að kokkurinn missi steikinu í jörðina og kúninn nú þegar búin að bíða í 20 mínútur og þarf að gera nýja og þarf að bíða aðra 20 mínútur og það góða við að vera kokkur að þú segir við þjónunni, já, bara allt í ruglum maður, ég misti steikinu að það var 20 mínútur í þetta. Svo það þjónninn að fara fram og feysa manneskinu og útskýra fyrir hennu bara, já, heyrðu því miður 20 mínútur, það er rosa þægilegt að vera bara fyrir aftan það sem enginn sér, sko. En það kona mín sagði þetta alltaf, það nú mjög langt síðan að hún útskrifaðist, hún byrjar á samningi bara 15 ára, hún var 1 ára undan í skóla, þannig að hún byrjaði mjög snemma og var búin að klára fyrir tvítugt námið sitt og svona, en hún sagði alltaf, og ég held að það sé alveg rétt hjá henni, hún sagði, það á að skikka kokka til þess að vinna ákveðin tíma fram í sal og eins skikka þjóna til þess að vinna í eldhúsi í einhver tíma. Til þess að náist þessi ákveðni skilningur á milli og þú veist, ég búin að vera svo lengi í bransanum, ég man alveg eftir kokkum sem eru alveg brjálaðir yfir því ef að þjónnin gerði einhver mistök eða ef eitthvað var og það var öskrað svoleiðis á fólk, sko, svo þyrfti þjónnin alltaf að fara brosandi fram í sal og þú veist, en ég bara ótrúlega heppinn, ég búin að vinna líka með mikið af frábærum matrislimannum sem að skilja þetta. Þetta miklu meiri skilningur í dag. Við erum að bera fram matinn og svo kemur inn og segir bara, já, ég vegan, ég gleymdi að segja það. Þú veist, og bara, maður bara segir, já, en þú veist, það bjargar enga öskra, það er bara ekkert mál, þú veist, það tekur bara svona langan tíma og þá bara ferðu fram og útskýrir það bara fyrir konum, já, það er bara minnsta mál, það tekur bara smá tíma að græja þetta. Og almennt hafa konarnir bara skilning á þessu. En þetta þarf að vera þetta samstarf á milli vegna þess að þeim ánægir sem kunnin þeim líklega hann komið aftur og svo framvegis. Þannig að þetta ekki eldhúsi versus salurinn, heldur þetta bara allur veitingastafurinn saman að vinna. Ég samanlega þessu það sem þú varst að segja að kokkar ætti að taka svona smá snúning í salnum líka. Ég gerði það í 1 ár í Hollandi og þar var ég að þjóna líka. Þannig að maður tengir alveg vel við það sem að segja að þetta hjálpaði mér allavega alveg rosalega mikið gagnvart þessu að sýna þeim skilning þjónunum og bara að geta verið með þetta respekt gagnvart, þú veist, báðum stéttum. Já. Þannig að það alveg nauðsynlegt að hafa skilning á því vegna þess að til þess að veitingastaður gangi upp og þú ert ofta bregðast við. Þú ert að bregðast því, ég meina, þú fær kúnna sem vill bara steikina sína meir en veldan. Það er ekkit uppáhaldi hjá kokkunum að elda það. Nei. En bara þannig bara þetta. Já. Og þú veist, þú færð kúnna inn sem að kaupa sér lambakótelettur og biðja mjólkuglas með því. Þú veist, fyrir þjón er það ekkit alveg geggjað, þú veist, að selja eitt mjólkuglas með lambakótelet, en þú vilt frekar selja eitthvað flott rauðvín og svona með því. En ef að gesturinn er ánægður, þá er það bara okkar. Þá er markinu náð. Já, þá er það bara okkar að gera það. Já. Þannig að maður hefur lent í alls konar svona skrýtnu sem manni finnst, sko, en á endan bara kunnin vill þetta svona og það er bara, það er aðalmálið. Hefur einhvern tíma lent í einhverjum alveg keksuruglugum? Já, það er bara, ég orða það kannski frekar þannig að
ég hef lent í svona gestum sem eru krefjandi þar kemur butlerinn upp í mig það er kokkurinn í mér kannski ég hef alveg lent í krefjandi gestum við getum orðað það svolítið ég hef alveg séð þjóna lendi ég með keksörugluðum gestum það er alveg, maður er alveg orðið vitna því það er bara, og ég meina það hefur alveg þú veist kona mér var veitingastjóri upp í Borgarleikhúsið þegar var farið að stað með Elli og ég fór þá og við opnuðum svona lítinn veitingastað fyrir leikhúsið þá af því að það voru ekki númer og sæti þá gætt fólk komin svolítið snemma og þá vildi náttúrulega allir borða svo það var ákveð að setja upp svona smá réttaseðil og svona og svo bara byrjar fyrsta sýningin og við vorum bara 2 niður í eldhúsi það var bara svona létt og þægilegt og það bara allt í einu kom pöntun bara 200 skammtar og þetta náttúrulega sprakk algjörlega í andlitið okkur og það var hérna Gunni sem var alveg brjálar og þeim fekk ekki matinn sinn og svona, það var bara reynd að útskýra fyrir hann þetta er bara staðan, að það bjóst enginn við þessu eftir það var bara sett upp kerfi og þú veist, fólk pantaði bara fyrirfram fekk bara tölvupóst, ef þau ætla að koma í mat og þurfa að panta fyrirfram og svo bara fjölguðu við í eldhúsunni hjá okkur þannig að þegar þetta komið í ganga þá vorum við að afgreiða frá klukkan 6 til 7:30 vorum við að afgreiða kannski 300 skammta sko. Vel gert já, en þetta þurfti alveg skipulag og fólk pantaði fyrirfram og við unnum þetta eins mikið fyrirfram og hægt var en alltaf samdægurs þú veist en þetta er bara þá þarf það að bregðast við og þá auðvitað verða einhverju óanaði þegar svona gerist bara eðlilega og þú veist, engum þykir það eins leiðilegt og okkur en þetta er svona lúxusvandamál þegar það verður svona sprenging en þá bara, ef þú getur díla við það og klára þetta og búið til nýtt kerfi þá bara sko, þarna því þú talar hérna allt í einu 200 manns ég nefnilega sko ég reyna alltaf að lýsa kokkastéttinni og þjónastéttinni bara þetta hérna dæmi bara að vera með veitingastað þú veist, þetta eru listamenn og ég eins og bara með tónlistafólk þú veist, þá oft verður tónlistafólk gríðarlega vinsælt rís rosa hratt upp fær fullt af fólki til að hlusta á sig og hérna alveg eins og veitingamenn kom með eitthvað sniðugt, fullt af fólki kemur svo allt í einu bara árið setna, 2 ára setna, þá allt í einu enginn að koma lengur og fræða hérna loginu sloknaði sko. Þannig að þú veist hvað ætli séu margir sem hafa lent í þessu bara eins og bara með listamenn að þú bara mætir og að brjála að gera þú fjölgar í eldhúsinni býst bara við að þetta haldi áfram endalega og svo bara einn daginn búið. Já, en þú veist það er ekkit rosalega margir staður á Íslandi sem að getur sagt að séu gamlir. Nei. Og ég meina, ég veist að Jakob á Horninu sé hérna fáum sem getur sagt að hann sé bara með svona gamlan veitingastað. Elsta kennitala í Reykjavík? Já, sennilega í veitingastað. Ég veit ekki hvort að potturinn og pannan er ennþá til, sko. Og þú veist, það eru nokkrir svona staðir sem eru búnir að vera lengi. Caruso er búin að vera lengi. Og þú veist, það er alveg nokkrir svoleiðir staðir. Laugás var náttúrulega búið að vera rosa lengi. Það er mjög margir sem sakna þess staðar. Já. En ég meina, ég get ekki saknað þess vegna sem ég fór aldrei þangað. Þannig að maður getur ekki, þetta finnst manni alltaf synd þegar svona staðir hætta. Svo náttúrulega bara sennilega ég veit ekki hvort það sé, ég hugsa að það sé bara, ef maður getur sagt eitt stærsti veitingastar í Íslandi er sennilega bara Múlakaffi. Já. Þú veist, það er brjálað að gera þar. Þú veist, þetta er veitingastar sem stofnaði 1960 eitthvað. Og það er ennþá brjálað að gera þar. Og þannig að fyrir utan allt annað sem er gert þar líka veisluþjónusta og Þorraból en bara að fara í hádegin í Múlakaffi eða fara í skötu eins og fyrir jólin það er bara alltaf smekkfullt alltaf. En aftur svona butler þegar hérna hefur einhvern tíma verið fengið til þess að vera með bara skemmtiatrið þarft einhvern tíma bara ef þú ert segjum bara mætir í veislu og ertu eitthvað að reyna að halda upp stemmingu eða er það eitthvað, fellur það fram hjá bötlernum? Sko, það er kannski ekki eiginlegri lýsing fyrir bötlerin en ég hef oft lent í því sem danskennari að það hefur eitthvað klikkað í veislu og þá þarf ég alltaf að fara að kenna eitthvað dans eða að gera eitthvað sko. Ég hef líka aðeins verið kynnir á danskeppni í Bandaríkjunum. Það eru svona 3 danskeppnir, ég fer 3 ára árið í Bandaríkjunum og er kynnir þar
Ég hef lent í því að það kemur sýningaratriði og þau eru að sýna og svo allt í einu komaðu bara til mér og sagði, já, við erum að fara að skipta föt og ég svona, já, og já, þú þarfst að segja eitthvað í svona 35 mínútur og með engum fyrirvara þá hefur maður kannski ekki mikið að, þú veist, maður er ekki langar undirbúning en auðvitað, náttúrulega fór ég og kendi þeim öllum vikingaklappi, sko. Já, maður reynir að eyða einhverjum svona tíma, sko, en ég undirbý mig aldrei þannig undir það að ég þurfi að gera eitthvað svona. Ég bara tek þá á því ef eitthvað kemur. Ég á þá alltaf dansinn sem ég get alltaf, þú veist, tekið eitt línudans eða eitthvað svoleiðis. Ertu mikið að dansa í dag? Allt og lítið, sko. Ég er sko fyrir ræktin alltaf þegar við erum hérna á Íslandi og á föstudögum er rosa skemmtilegur svona danstími í ræktin, svona fitness-tími. Latin fitness í hreyfingu. Ótrúlega skemmtilegt. Og þar fæ ég svona útrás fyrir dansfíblið í mér. Og svo reynum við hjónin að dansa eitthvað pínlítið á hverjum degi. Þú með bara fína mjöð mér, væntanlega. Já, ég er ekki með skandinaviskar, sko. Ég get alveg sagt það, sko. Eða lúterskar eins og Helga Braga kallar það. En þú veist, það er bara, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og ég held að, ég hef alltaf sagt að dans er í okkur öllum. Hins vegar eru ótrúlega margir feimnir þegar hefur sig og það er allt annað, sko. En þetta er í öllum og það var allir sem eiga börn sjá það bara að það spilir tónlist og barn sem er ekki eins og fara að labba byrjar að dilla sér þegar spila tónlist. Þannig að það er enginn að reyna að segja mér það að það sé ekki dans í öllum. Mismikill. Já, hann er mismikill og það er bara mismiklir hæfileikar og það er bara alveg eins og að elda eða hvað þú ert að gera. Að þú sagðir að kokkar væri listamenn, ég hef stundum skipt kokkum með matristamennum í tvennt. Annars vegar matrislumenn og hins vegar listamenn. Af því að það er ekkit allir matrislumenn listamenn. En þeir eru alveg hörgu fagmenn. En þeir eru kannski ekki listamenn. Og það er svona, það er alltaf í bransanum einhverjir sem hafi eitthvað pínu lítið ekstra. Já. Þú ert að tala um eins og René í Danmörku og svo, þú veist, listamaður, alveg á guðsnáð. Ég hugsa, sko, ég er sammálarið því leiti, ég held að þessi bara mjög góði listamenn. Já, við getum sagt, ég reyndar... Það er ekki allir Van Gogh, sko, en það eru allir svona einhvers konar málarar. Já, ég kýs eiginlega að kalla á freka frábæra fagmenn, af því að mér er illa við að segja þessi ekki góðir listamenn. Ég skal bara segja það fyrir, þeir eru bara hræðilega listamenn. En mér finnst, það er mikið, við eigum líka mikið af matrislumenn sem eru bara frábæri fagmenn. En þeir eru ekkert endilega að fara í alla fróðurnar og gufurnar og dótið og draslið, þetta er svona lista, en eru frábærir fagmenn. Já. Og það er svolítið svona, ég held að við megum vera ótrúlega stolt af einmitt fagfólkin okkar í þessu, að því að Hótel- og veitingaskólinn hefur verið að útskrifa alveg hörgu fagfólk. Já, samanlega. Og við sjáum það eiginlega allstar þar sem við förum og mikið af útlendingum vinum okkar sem eru að koma hingað tala eiginlega allir um það hvað matur á Íslandi sé góður. Og ég held að við megum alveg vera rosa stolt af þessu fagfólki sem við eigum og þetta hefur orðið rosaleg þróun alltaf síðustu, síðan ég byrjaði í bransanum, svakaleg þróun, en ég held að hafi alltaf verið góður grunnur í skólanum. Alveg frá því að sko, einn af okkar bestu vinum, hann er kokkur, hann útskrifaði 69 úr kokkskólanum og þá var þar skólastjóri maður sem hét Tryggvi og hann var einn af þeim sem opnaði Múlakaffi á sínum tíma. Hann lokaðist inn í seinni heimsstyrjöldin út í Danmörku einhvers staðar og náttúrulega tók gríðarlega mikla reynslu inn þar í kokkeríi og hvort hann var í Svíþjóð eitthvað líka og kemur með ofboðslega fagþekkingu inn og svo náttúrulega er margir sem tala um að það voru algjör bylting og umbreyting í bransanum þegar François Fons kemur til Íslands. Ég ætla svo sem ekki að dæma það sjálfur, en það er margir sem tala um að orðið bylting í Ég veit ekki, ég hef aldrei heyrt þetta. François Fons er frakki sem kom hérna, allir François hafi ekki komið hérna í kringum 80 eitthvað. Það er fyrir mína tíð. Já. Hvernig fættist þú? 94. Já. Þetta er bara krakki, sko. Þetta er bara halki. Krakki, já. En þetta er svona allavega eins og maður hefur heyrt að það hefur orðið svona ákveðin bylting í bransanum þegar hann kemur.
en svo hafa bara, þú veist, verið bara, ég meina, það voru náttúrulega hörku fagmennska út á Hótel Sögu, bæði Súlnasal og upp í Grilli og svo framvegis. Þetta er náttúrulega bara, Ragnar Vestmann rak þar alveg hörku eldhús og synd að það sé í rauninni farið, sko. Og fleiri staðir, ég meina á þessum tíma þegar ég krakki, Holti var náttúrulega geggjað og svo náttúrulega Friðgeir gerði rosa góða hluti þar líka. Þannig að við eigum alveg flotta sögu og við eigum rosalega flotta fagmenn og við eigum að hampa okkar fagmennum í þessu. Hvort sem það eru framreiðslumenn eða matreiðslumenn. Það er allavega svona mín skoðun. Ég er sammála. Það er mikil saga hana. En mér langar samt líka að hampa bökurum og kjötinamönnum. Án þeirra væru líka ekki alveg sömu línu, sko. Djöfull vantar í fleiri í þetta. Ég held að svo alltaf svo skrítið að vera matreiðslumaður og vera að segja, já, farið í þjóninn og kjötinamanninn og bakarann og hafa sjálfur valið kokkinn. Ég held að það sé svo margir en úti sem myndi hafa gaman að þessu, sko. Ég bara, sem betur fer, hef nú flest af þessu dafnað vel. Mér skilst reyndar, ef ég man rétt, var ekki lögð niður kjötinadeildin upp í skóla, í fyrra eða hitt fyrra. Það var, þegar við vorum í skóla, þá var engin. Það var bara engin, sko, ég veit ekki hvort að þeir hafi bara ákveðið að hætta algjörlega með það, en ég allan veit fyrir víst að það er mjög góð samheldni í kjötina. Og þeir sem eru kjötiðnamenn og eru í kjötiðna landsliðinu og allt þetta, þetta er svo góður hópur. Já, og við erum með bara frábært hráefni, sérstaklega eins og í lambakjöti og bara sturla hráefni. Flottir fagmenn, sko, bara flott sem að gera. Maður er búin að sjá myndir úr þessum keppnum og svona, þetta er bara hörku flott í þeim. Og ég held að sé, það er svo sem búið að tala um þetta svo lengi og það er alltaf verið að tala um að þurfi að leggja aðeins meiri áherslu á að kynna iðnmenntun fyrir ungu fólki hvað iðnmenntun hefur upp á að bjóða og svo framvegis, sko. En svo er líka kannski, ég veit ekki hvort nú þekki ég rosa lítið inn í kjötina bransan beint en sko það þarf náttúrulega að vera svigrúm ef við tölum um kokka sem listamenn, það þarf líka að vera svigrúm fyrir listamennina í því til þess að búa til og skapa eitthvað nýtt og gera eitthvað. Nú veit ég ekki hvernig það er. Ég held að það sé ekki mikið og þar eru aftur komnir í, sko, þessa pælinga með hvernig slátrunin fer fram á Íslandi. Það er svo erfitt að fá að slátra. Þetta er allt bara gert á stóru sláturhúsunum og heimaslátrun og svona er bara gríðarlega erfið. Þannig að þú þarft alltaf að fara í gegnum SS eða eitthvað til að fá skrokk til þess að vinna með. Ég held að það væri hægt að leysa mjög mikið ef þau myndi einfalda þetta. Já, það er aðeins að gerast núna. Nú veit ég það bara því að í Vopnafirði, það var lagt niður sláturhúsið þar. En það eru bara svo stífa reglur, sko, líka á Blönduósi. Heimasláturinn, sko. Ég held að en sko það var verið að stofna þar á Refstað, að þar er komið heimaslátur. Hann sá sem var sláturhússtjóri niður á Vopnafirði, að hann opnaði lítið sláturhús. Þannig hann slátrar lambi og svoleiðis þar. Já, því maður hugsa bara þetta þurfa alltaf að fara til, sko, þessa framleiðanda í staðan fyrir að geta bara, þú sem kjötiðnamaður fundi bónda, gott samstarf, þú veist, fengi ódýra skrokka á móti því að auglýsa hann sem gæða vöru eða eitthvað, þú veist, og opna kjötbúð þessuna. En það er sko, allavega eins og til dæmis þetta er núna og sláturhúsið í Vopnafirði var ekki svona risa batteri eins og kannski SS og Norrlensk og að þar gat ég valið bara, ég sagði hann bara, ég vil helst fá kjöt frá þessum og þessum bæ í Vopnafirði og svo valdi ég allt bara í, man ekki hvað það kallaði, 3 eða eitthvað svo leiðis. Þetta er bara holdmesta kjötið sem að er. Og þá fæ ég bara öll læri eins og alla hryggi eins. Toppgæði og ég borgaði örlítið meira fyrir þetta heldur en ef ég hefði bara hringt í SS eða Norrlenska eða svoleiðis. En ég fekk líka allt í sömu stærð, allt í sömu gæðum, sama fituprósta í öllu. Þannig að ef ég var að elda 3 læri í ofninum og þá gæti ég sett bara kjarnitamæli í 1 og þau voru öll eins. Á meðan ef þú pantar
frá einhverjum að þessum stórum panta 70 læri og þá færðu þau bara einhvern veginn. Já, og maður hugsa líka eins og talar þetta að þú segir maður þessi Michelin-staðir sem eru komnir til Íslands, eða þessi staðir sem eru komnir með Michelin-stjörnu frekar, þú veist, þá komin ennþá meiri kröfur og allt þarf að vera standast ennþá betri staðla og það örugglega geggjað fyrir yfirkokk eða pöntunarstjóra á svoleiði stað að geta tala beint við kjötiðina mann sem að þekkir þá þetta og getur þá fullvissa að fái eins og talaðum réttu stærð og flotta bita og þú veist fá fagmann til þess að leiðbæra mann og aðstofa mann í þessu. Já, en svo þarf náttúrulega líka bara það þarf allt að þróast og ég meina það ennþá verið að selja lambalæri í byggingaplasti í fristum í búðum sko. Já. Þú veist, og sem er eiginlega alveg ótrúlegt og þú getur ekki pantað í þínum flokki, U3 eða hvaða flokki sem þú vilt panta, þú þarf bara að róta í kistuna því að það er allt saman, þú veist, ræflarnir og allir flokkarnir, þetta er allt saman í einum kassa og þú þarft virkilega að vita hvað það er sem þú ert að sækja settur og leita að því ofan í. Að því þetta er ekki mert, þú getur ekki fengið að segja bara ok, ég er alveg til í að því ég er að fara að gera eitthvað svona, þá er ég til í aðeins minni gæði að þá get ég keypt þetta læri. Já. Og svo sér maður bara, þú veist, ég dauðvorkenni stundum fólki sem er að reyna að finna minnstu lærin og það veit ekki að það er kannski að velja læri sem er bara þriðja flokks læri í rauninni, þú veist, og er svo hissa á því að það er kannski ekki droslega gott. Og það er alveg, og þess vegna að segja, það er alveg munur þegar þú skoðar bara fallþunga á lömbum á milli bæja, jafnvel í sama firði eins og Vopnafirði að fallþungi á lömbum sé kannski frá 13-14 kílóum upp í 20-21 meðaltal á bæ og það segir manni, þú veist, það er eitthvað öðruvísi verið að gera á þessum bæ heldur en hinnum bænum og svo er alveg til og þú veist, það er svo margt til í þessu, við þurfum bara fyrst og fremst að auka gæða eftirliti með þessu, að það sé allt top quality eða þá að gera bara eins og frakking gerir eða já, bara eins og í Parma með parmaskinku, þú veist, það getur ekki öll skinka verið parmaskinka. Það þarf bara að uppfylla ákveðin skilyrði og kannski þyrftum við bara að koma því upp í íslensku landbúnaði að eins og lambalæri, það geti ekki öll verið lúxuslambalæri og þá bara, ég held að það sé bara fullt af fólki hérna úti sem er tilbúið að borga örlítið meira fyrir meiri gæði svo eru aðrir sem vilja borga minna og þetta skiptir allt máli hvað þú ert að fara að gera ef þið langar að nota lambalæri í kjötsúpu þá þarftu kannski ekki endilega að kaupa dýrastalæri og svo framvegis þannig að veist, það er til alls konar leiðir en aðalmálið er að við þurfum bara að passa og náttúrulega bændur þurfa að passa líka upp og það bara svolítið sjálfir að það sé ekki verið að framleiða kjöt sem að er í rauninni næri ekki þeim gæðastöðlum sem að bændur vilja hafa Ég mér minnir einmitt að maður hafi heyrt að Íslands lambakjöt væri komið í sama flokku eins og Kampavín og Parma og þetta vendað heiti sko. Ég er bara að vona það. Já, það er þannig. Ég er nokkuð viss um það að þú veist, þú mátt ekki kalla Íslands lambakjöt nema að koma frá Íslandi. Þess að þú held að meira sig að þú myndir flytja inn sko, til Danmörku Íslands lamb og slátraði þar, þá væri það ekki lengur Íslands lambakjöt. Þannig að ég held að mér minnir það alveg sterklega svo kannski er ég bara að tala skít sko. Já, en ég er eiginlega viss ekki, sko. En þetta skiptir bara ótrúlega miklu máli að þeir eru allar að koma upp einhverju heiti sem á þýð einhver gæði þá þarf að vera eitthvað á bakvið og við til dæmis kaupum líka naut frá framleiðandi í Vopnafirði sem er bara eitthvað besta nautakjöt sem ég fæ og við kaupum skrokk þaðan og algjörlega truflað og við vitum það að við bara pöntum það þess að bara með árs fyrirvara svo er þetta bara nautræktað fyrir okkur og svo er það bara unnið vorið og búið til hakk með ákveðinu fitupróstur sem við viljum hafa og svo framvegis Já, eru það að hakka allt? Nei, ég nefnilega við hökkum sögum við náttúrulega höldum steikonum og svo leiðis Ég nefnilega sko afi gamli hann gerði þetta árlega annarkvört ár þá var keyptur hálfu skrokkur svo bara hakka allt þannig að engin myndi fara að rökraða neitt eða eitthvað svo fá allir bara hakk og ég hugsaði tilbaka bara því líka geðvikinn maður að vera bara með nautalinn bara
með ribbaði bara svo bara öllu blanda saman eins og ekkert og bara hérna hakkið eitt. Við tökum alltaf steikurna frá og svo tökum við innanlærisvöðvan og klumpin og svona það út í rósbíf og sölu og svo tökum við alltaf oss og búkóið og erum með það og svo höfum við tekið halan líka og það gerði uxahalarsúpa nokkur sinnum og svona. Þannig að við erum að vinna úr þessu þannig. Það er annað maður. Af hverju þurfa þessi, sko, má ekki neitt fara í tísku, bara eins og ossobuco. Af hverju þarf ossobuco að vera svona dýrt? Þetta er ekki besti vöðvi í heimi, þú ert virkilega að vinna en samt kostar hann halvan handlegg út í bú. Þetta er svo sjúklega gott. En það er reyndar, sko, mér fannst þetta mjög athyglisvert einhvern tímann þegar við vorum út í Serbíu, fór ég til slátrarans og það var nánast heila allt kjöt á sama verði. Já, ok, alls sama hvað vöðið það er. Já, nautalundu var örlítið dýrari heldur en hitt. Og ég fór svona að spyrja hvað sem það er. Ég meina, ef þú vilt fá hakk, þá vilt ekki nautalund. Ef þú vilt að búið til þennan rétt, þá vilt ekki nautalund. Þú vilt ekki nautalund nema þú sért að gera svona. Annars vilt hinn. Þannig að þeim fannst það bara eðlilegt að þetta væri svona nokkurn veginn á svipuðu. Auðvitað var nautalundin aðeins dýrari. En það munaði ekki eins og hér meir en helming eða. Þetta er samt alveg svakalegt margt, sko. Það er orðið helvíti dýrt stundum að fara á að gera vel þessi, sko. Það er það, en ég held að, sko, laun á Íslandi eru náttúrulega töluvert mikið hærri heldur en annars staðar. Já. Svona ef þú með til dæmis Spána, því að það eru mikið fólk sem er á Spánu, við erum töluvert á Spánu á veturna, að þjónn í fullu starfi og veitingahús á Spáni er að fá svona 1100 til 1500 eurur á mánuði. Við erum að tala um það innan við 200.000. Kokkar eru heppnir að þeir ná 1500 eurum. Bara svona svo ég seti þetta í samhengi. Já. Og auðvitað er matur ódýrari út á Spáni heldur en hér. Allt ódýrara, ég meina húsnæði og svona. Já, en það stafar fyrst og fremst af þessu að laun þar er náttúrulega margfalt lægri heldur en hér. Já. Og auðvitað er þetta stærra hagkerfi og auðveldara að halda öllu gangandi þar að þeir eru bara fleiri sem borga skatta. Já. Þannig að þú veist, það er alveg erfitt ég skil alveg, en svo auðvitað þegar þú fer út í búð og sér það að lambakótilegt kostur 10.000 kall kílói, þá svona er maður alveg svona, þetta er alveg svolítið vel í lag. En þessum er ég svona pirraði mig meira á þessum bitum sem ættu að vera svona meira second class, sko. Að því að ossobuco er ekkit annað en bara bóndamatur. Þetta er bara sveitamatur, þaðan kemur, þetta er bara ítalsku sveitaréttur. Já, þetta er samt alveg geggjaður sveitaréttur. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er kallað sveitarétt fæn, en þetta er ekki geggjaður rétt. Ég fæ mér þetta frekar heldur en nautalund. Komin aftur í rökræðina. Nei, sko, nú er langar bara að spyrja þig einu. Hvað finnst þér íslensku pulsuna, SS-pulsuna? Mér er svona geggjuð. Ég er nefnilega að reyna að útskýra fyrir honum. Að í sumum... Þessi pilsu, sko. Pulsa. En, svo ég... Mér finnst hún geggjuð fyrir það sem hún er. Já, ok. En ég skal viðurkenna það að mér finnst, sko, danska pilsan betri. Djöfull. Ég skal viðurkenna það. En, finnst þér ribbæsteik betri en pulsa? Já. Halleluja. Vel eldur ribbæsteik, ég myndi velja hana frekar en pilsu. Þannig að þú tengir ekki við mig að horfa í augun á bólugrafna úlíknum og einum sem er réttið góða pulsu. Ég er í alvörunni, af því ég er búin að borða svo mikið af nautalundum, ég er ekkert mikið fyrir nautalund. Ég er frekar lax með pulsu. En af því að það var talað um ribbæ. Já, ribbæ, ég er sammála, ég veit að ég er búin að reyna að vera að bakka með það, en hann leifir mér það ekki, sko. En ribbæ er annað, en hins vegar, sko, góðu nautalund þarf að segja að þú fær kannski geggjaða Tornado Rossini, til dæmis. Þá ertu komið svolítið meira heldur en bara nautalund, sko. Með fóikhra og ná. Já, ef það er Rossini á matseli, einhvers þar það sem ég kem, þá panta ég. Alltaf. En stundum er þetta að fá sér chili, tomatsósu á einum, sko. Smá að spice it up. Já, en þeir eru ekki með hotdog Rossini. Nei, en það þurfa þess ekki. Þetta er þjóðaréttur Íslendinga, ég er svo stoltur af. Já, við megum alveg vera það, sko. En sko, og mér finnst alveg geggjað að fá mér pilsu með öllu einhvern tímann, þú veist, það vantar ekki og sérstaklega ef maður, sko, fyrir norðan þar sem ég nú fættur á uppælinn og Akureyri,
að fara og fá sér eina djúbstekta sko, með kryddu og kóktels og svo ostu ofan á þetta alveg styrla sko. Þetta heitir ekki úlíkafæðið þar? Nei, þetta bara, það var á Dalvík þetta sko. Bara lúksuspilsa sko. Ég að fara með þennan þátt beint í SS og þið getur bara að gjöra svo bara að sponsa þennan þátt. Já, það bara það væri, veistu, að fá bara SS pulsuna eða bara bæjarins bestu eða N1 sem spons þá ég myndi taka eina slöngu í hver einsta hætti, bara torgenni. Já, en það allt í góðu lagi sko og það, eins og ég sagði, sem betur fyrir erum við með fjölbreyttan mat og það getur allt fyrir gott sko og ég meina fullt af túristum og ferðamennu sem koma hérna, það farið með þá niður á bæjarins bestu. Og Bill Clinton sem alveg bara ákveðin svona upplifun utan fyrir sig sko og bara frábært, það bara saman ég gerir þegar ég í Kaupmannahöfn, bara beint í pulsuvagn á Ráðstorki, bara beina leið. Best ég krokett hérna í Hollandi? Ég smakkaði það, jú. Og það var alveg skemmtilegt sko og svo þessar hollensku pönnukökur svona þessar litlu sem svona eins og bollur sem líka alveg svona skemmtilegt sko. En þetta ég held að sko, af því þú sagði þetta stolt okkar Íslendinga við svo sem við eigum ekkert rosalega ríka matarhefð. SS-pulsan líka ekkert íslensku, hún kom bara með kannanum. Þetta er ekki meira en það, við eigum ekki neitt. Jú, við eigum kjamman. Við eigum kjamman, við eigum súrmatinn. Já, sko, kjammin ekki sér íslensk fyrirbreiði. Nei, þá eigum við ekki neitt. En við eigum skyr. Já. Skyr eiginlega kannski eitt af því fáa sem við getum að sagt að sér íslensk fyrirbreiði. Já. Og sem betur fer hefur það verið að dreifast út allan heiminn. Ég hef stundum líka sagt að sko, súrmaturinn en það kannski ekki svo kannski býður gestum mikið upp á. Mér finnst súrmatur enda geggjaður sjálfum sko, og ég er bara alveg uppið það. En svo kannski sko pönnukakan svona pínu pönnukakan með rjómanum og svona svona pínu íslenskt og rabarbarasultunni og ég gerði þetta mikið í veiðhúsunum þegar ég elda að þá ég bara með í dessert, þá ég með upprúlaðar og með rjóma og þá bjóðum við þetta bara svona butler service og fólk tekur svona svo gott. Og við gerðum þetta á Bessastöðum á sínum tíma, ég man alltaf eftir þessu þegar Gorbachev kom inn í heimsókn, mér minnir að það verið 2006 sem að Gorbachev kemur hingað í heimsókn og það var í tilefni 20 ára afmæli fundarins í Höfða og við erum eitthvað að ræða matseðilinn, ég og forsetinn og svo það var það átt að byrja með smá fisk og svo var lambakjöt í aðalrétt og svo segir forsetinn, já, hvað finnst þér vett með að hafa í dessert? Og ég sagði, ég myndi vilja hafa pönnukökur í dessert og hann svona hugsa sem finnst þér það nógu svona fínt í þetta og ég sagði já, ég held að við ættum bara að gera pönnukökur með rjóma og rabarbarasöldu og upprúlar og alls konar pönnukökur svona útgáfur þekktar í Rússlandi líka og svona, þannig að ég held að við ættum að prófa þetta eftir það vorum við bara ofboðslega oft með pönnukökur þegar voru erlendir gestir vegna þess að þetta vakti svo ofboðslega lukku og líka hjá Íslendingunum af því að það eru bara ekkert margir sem ennþá að gera pönnukökur með rjóma til þess. Nei, akkurat. Og ég þetta segi ég yfirleitt á sögunum bakvið þetta að þetta er kannski eiginlega eini desertin svona sem við getum sagt að sér íslenskur ef þú segir að ef þú tekur skyr ekki með sem desert. Já. Og þegar að Danakonungar komu hér í heimsókn hér á árum áður þeir fengu allstaðar pönnukökur það sem fór af því þetta var það flottasta sem hægt að bjóða upp á Íslandi þannig ég held að þetta er svona kannski það sem við getum sagt að sé svona einna íslenskast í þessu svona sem við getum notað en aftur sko kjammin til dæmis eins og í Afríku þá þykir þetta eitt af flottasta sem getur bóðið fólki upp á það geitahaus til dæmis og gyðingar þekkja þetta mjög vel og þeir gera þetta á nýjastegi sínum þá bjóða þeir upp á haus af einhverju bara Indiana Jones stæl, bara apaheila í apahaus og þetta og ég tala nú ekki heila stöppu sko, sem geggjuð Hefur þú getið svo leiðis? Ójá, svakalega þetta er bara eins og kæfa, þetta er geðveikt sko. Það er samt einhvern veginn áferð sem ég vil ekki blanda við, kæfa er unnin þannig að hún er eins og kæfa, en heili eins og kæfa Já, hann er bara eins og kæfa Ok, hann er bara
Þetta bara eins og það sem heitir þessi frábæra nafni hóstarkirtill sem sweetbread hóstarkirtill það heitir hóstarkirtill á íslensku og ógeðslega gott og eða brís stundum kallað og þetta kallað sweetbread úti og oftast notað kálfi bara svona pari við foie gras og ég smakkaði þetta svakalega gott Já, ég svo viðkvæmur ég bara þú svo mikið blóm ég veit að mér finnst þetta allt eitthvað svo skrítið en veistu hvað, ég kom með svo mikið vatn í munnunni þetta alveg óþólandi að hlusta á Jón tala, maður bara slefandi yfir þessum mat, mér langar bara að fara heim og held að pönnuköku bara núna og steikja hóstarkirtla ég semst búin að reyna að fá hóstarkirtla hérna á Íslandi bæði úr grísum og lömbum en það bara svarar ekki kostnað svo erfitt að ná í þetta þannig að það bara kílói komið upp í 25.000 kall bara 1-3 þannig að þetta fer bara þessi röglega bara hent sko. Og svo það eins og sko, að því maður svo gamaldags sko, mér finnst alveg geggjað að nota svínanetju eða grísanetju sko, þegar maður steikja lamb og svona Já, ok, þú þar Já, það geggjað, þú leggur saman 2 fille með eitthvað á milli og setur svo netju utan og skerði þetta alveg geðveikt en það bara erfitt að fá þetta Ég veit ekki hvað þú ert að tala hvað Við þurfum bara að fá kjötiðina mann til að sína þetta Þetta svona fytunet eiginlega með himnu og þú sérði í gegnum þetta og svo vefur þessu utan og svo steikir þá verður þetta svona svo himna en þú sér þann ekki þetta svona sem heldur saman þetta var oft notað í gamla dag í pateum og einmitt til þess að halda svona saman þetta er góðu vinn minn Birgir Karl Ólafsson kendi mér að nota þetta sko. Skal koma með Larousse bókina mín og sína þér bara hvernig þetta er þú ekki náttúrulega að googla þetta líka þetta er geggjastöf sko. Þetta er bara Ég viðurkenni vannmátt Já, það getur ekki allir verið nördar sko. Það getur ekki allir verið nördar en þetta er það er svolítið erfitt að fá svona hráefni á Íslandi þess vegna verður þetta oft erfitt ég gæti stundum fengið þetta hjá B. Jensen og Akureyri maður ringi og panta með einhverju fyrirvara setja þetta í saltvatn og svona Og ertu þá bara að panta fyrir þig heima? Nei, ég gerði það ekki, þetta er bara það sem ég gerði bæði þegar ég var á Bessastöðum og hef gert fyrir veiðihúsin og svona og veist, panta mjólkugrís á Íslandi er bara erfitt það er erfitt að fá þetta og það kostar held ég bara leyfi fyrir hvert grís kostar 20 skall bara leyfið að fá að slátra mjólkugrís þannig að Er það bara út af það að hann er mjólkur grís? Já, ég veit ekki alveg hvernig það er sko, en ég keypti grís fyrir nokkrum árum og það er nú ekki mikið kjöt á þessu, ég held að hann hafa kostað 50.000 sko. Já, ok. En þú veist, þetta er rúsalega gaman á hlaðborðið að vera með svona heileldan mjólkugrís og setja epli í kjaftin á honum og þú veist, vera með svona, ég var með svona miðalda svona pínlítið hlaðborð og ég var með kjúklinga sem ég þrætti upp og spjót og heila og svona veist, og hérna serrano og læri og þú veist, þetta er rosalega skemmtilegt Já, ég hefði viljað borða þarna Já, þetta er rosalega skemmtilegt að gera þetta en út á öllu svona leifisveitingum og svona, þá er þetta dýrt sko. En svo kemur maður inn á stað sko, ég verði að segja ykkur frá bara einum af skemmtilegasta veitingastað sem ég ferði inn á hann heitir restaurant Botín í Madrid og er elsti veitingastaður í heimi og ef ég mann rétt á hann stofnaði 1723 og hefur verið rekinn þar bara opið á hverjum einasta degi síðan eina skipti sem þurfti að loka var núna í COVID og þurfti að loka en þeir sendu manniðir á hverjum degi til þess að kveikja upp í ofninum þetta er sem sagt eldofn sem sagt og af því þeir þorði ekki að láta hann kólna þeir held að flísarnar utan og myndu hrynja af þannig að hann hefur aldrei kólnað síðan 1723 og aðal rétturinn þar er mjólkurgrís og við keyptum okkur svona skoðanaferð fengum koma og það eru svona 50-60 mjólkurgrísið eldaðir þar á hverjum einasta degi 50-60 stykki á hverjum einasta degi en þú veist, þeir eru bara svona og það er bara alltaf fullt þarna og þetta er ótrúlega gaman er þetta besti matur sem ég fengi? Nei, alls ekki en var þetta gaman? Geggjað þú fær bara svona einhverja, þú veist, þetta er ekki eins og smekklega uppsett þú fær bara svona kjöt 2 eða 3 kartöflur gjörðu svo vel
þetta er einfalt en þetta er rosalega gaman og fara inn á svona sögufræðinstað þannig að þið vorum að tala um mjólkugrís og það í hugsa það eitthvað sem ég eftir að prófa mjólkugrís, já. Þetta svona út á Spáni er þetta mjög þekkt líka og færða svona, það eru miðaldamarkaðir sem eru haldnir hérna reglulega eins og í Orihuela og svona fór þangað í fyrra og það eru bara risa grill þar sem eru að selja alls konar pilsur og heilsteikta grísi og bara nefndu það bara svo einhver bara stendur þarna einhver kall með risa sveðju og að höggva þetta allt niður og setja á disk þetta alveg súrrealískt ég veit ekki hvað heilbrigðiseftirlitið hérna heima myndi segja þeir eru ekki úti en þetta er ótrúlega skemmtilegt og matamenning er ótrúlega skemmtilegt fyrirbrigði við eigum ekki mikið en við eigum samt að vera þá allavega stolt af því sem við eigum sko. Já, við erum líka alveg búin að gera vel í því sem við erum að gera þú veist eins og bara taka og blanda saman matagerðum bara eins og ég fór hérna á Otto daginn og ítalst japanst þú veist, bara geggjaði matur þar og ótrúlega mikið af flottu liði, þú veist, sem að gera gott sushi og góða hamborgara ég meina fiskmarkaðurinn hjá Hrefnu búin að vera mjög lengi bara ótrúlega gott alltaf gaman að fara alltaf geggjaði matur alls konar svona, og, veist, og það er ekkert ástæðulegs að svona staðir gangi lengi af því að það er bara verið að gera góða hluti bæði frábær þjónustæðar allavega ég fór það nú nokkru mánuði sem ég fór síðast fekk frábæra þjónustu, geggjaðan mat var með útlendinga með mér þeir voru í skíunum sko. Fannst þetta algjörlega störtlað sko. Já, þú veist, það er út um allt land erum við með alls konar perlur bara eins og einn af mínum uppáhaldsvar er hérna Slippurum hjá Gísla sem er að loka alveg syndaðan sé að loka sko, af því að þetta var bara svona svo skemmtilegt að fara og fá hérna fiskvengi og þorskvengi og hérna bara svo random oft stöf bara, og allt geggja gott Þetta talum á Egilsstöðum? Nei, Vestmannum, já. Og ég meina það er fullt á svona stöðum eins og hérna hjá honum Kára á Egilsstöðum líka Já, og Mílíník á Flúðum með eþópíska það er bara hitt að skemmtilega sem ég gert það er alveg fullt að gerast sem er mjög skemmtilegt og mér finnst líka alveg gaman að sjá hvernig til dæmis útlendingar til dæmis taka lambið og elda og allt í einu færði eitthvað svona nýtt og skemmtilegt svona tvist á lambið að því eins og það hefur sko kannski svona síðustu kannski 10-15 ár hefur kannski orðið eitthvað aðeins svona fram þegar fór að koma þetta lambakonfekt til dæmis sem er basically bara lambakótilett búið að hreinsa hana en er samt geggja auðveldar fólk í lífið og sko það er kannski það svona þarf svolítið að halda áfram með þetta að hérna sem er skemmtilegt að vera með alls konar hafa alveg verið duglegir við til dæmis í Fjarðargöfum að hafa tilbúin einhverja lambakjötsrétti, einhver stroganoff og svona svo fer bara smellir á pönnu og þetta er bara klárt eftir nokkra mínútur Þetta er að aukast mikið og ég held að bara í hraðanum í þjóðfélaginu í dag þá þarf bara að gera meira svona Já, og ég bara eins og eldum rétt og allt þetta sem að byrjuði bara með þetta skamta bara nákvæmlega sem þú þarft senda það til þín og elduna leiðbeiningar og svona, ég held að þeir séu líka komnir út í það að vera með tilbúna rétt og getur pantað það líka þess að maður bara setur henni upp Ég held þetta sé svolítið, þú veist, í þessum hraða þá þarf meira svona og fólk vil náttúrulega meira En megum við ekki bara aðeins hægja á okkur? Getur við ekki slagað hans á? Erum við ekki aðeins að drífa okkur? En þú hefur það möguleika líka Er það samt? Þú getur keypt ísuflaki og raspaða sjálfur Já, en það þarf að hægja á öllu hinu líka sko. Já, þú meinar en þetta byrjar samt hjá okkur sjálfur Já, ég veit það Og ég meina, ég er alveg fyrir það var aldrei keyptur fiskur í rasp út í búð Nei, ég gerði það ekki flak, og svo var þau bara sett í hveiti og svo í egg og svo rasp alltaf, reglulega og þetta var bara svona var þetta bara geggja gott Amma bjóð til alla fiskibólur gerði bestu fiskibólur í heimi og það var bara hakk og það var sett í skál Var það hakkað sjálf eða var keypt hún hakk? Stundum hakkað hún sjálf, stundum keypt hún hakk og svo var þetta sett í hrærivélaskál gert krossmark ofan í 1/4 tekin upp úr, fyllt með hveiti og kartöflumjöl og lauk og einhverju svona og svo var þetta steikt á pönnu og það var settur svo laukur út á pönna smá vatn og þetta var þykkt og fiskibólur með brúnni sósu Geggjaðar, ömmur eru bestar Það eru geggjaðar Fiskibólur með brúnni sósu, hafið þið smakkað það strákar? Já, ég hef smakkað það einhvern tímann Það er best í heimi Með karrísósu, líka geggja En bara fiskibólur í brúnni sósu er bara
Ég hef ekki smakkað fiskibólur fyrir smakkið það. Ég svo mikil karrísósukall. Amma var oft með kubbasteg. Bara súpukjöt á opplötu, bakaðan í opni, kartöflur og karrísósa. Og út af einhverjum ástæðum var það bara geðveikt. Ef ég myndi gera þetta sjálfur, og þetta er bara amma með gulltouchið. Þú myndi gera rónasamlóku. Ég hef gert það, svo sem smyr farsi á brauð. Já, ég láti mig þekki þetta. Sko, það er tvist á það. Sko. Já, reyndar. Eitt skipherran hjá okkur hjá Gæslunni, hann fannst svona rónabrauð svakalega gott. Sko. En það þarf alltaf að vera rækjusalat með því. Það er alveg... Þá er hann með rónabrauðið steikt með kjötversinu og svo rækjusalat ofan. Það er mesta lágmenning sem ég hef nokkuð tíman heyrt. Rækjusalat og rónabrauð. Já. Þá er þetta kannski komið út í að vera actually rónabrauð. Hey, þetta er bara róna útgáfuna Surf and Turf. Ó, ég fekk ógeðsfrott. En veist það ástæðir að ég gerði þetta einsinni og ég smakkaði þetta og þetta var bara actually bara ágætt. Svo er það. Þetta var alltaf lægi. Þetta er eins og það er sem ég sett alltaf skinku og rækjusalat saman í samlokuna sína. Já. Ég setur þetta ekki skingu, ég er rækjusalatskall, ég var bara ekki alveg mikill. Og setur aromat í það? Nei, ef ég býða til sjálfur, já. Ég nenni vel ekki að búa til rækjusalat, því þá þarf ég að kaupa rækjur og ég er einn sem að borða rækjur. Ég hef leyft mér að kaupa svona litla dollu og yfirleitt þá sit ég einhvern veginn í speglinum og dæmi mig fyrir að hafa klárað hann alla. Sko. Svo skilur svo miklu máli að leifa þess að þína, þú veist, rækjunum. Þannig að ekki sitta í vatni eitthvað svona kjaftaði, leifa rækjubræðið að njóta sín. Og leifa vatnun að fara sjálf. Sko, svo er náttúrulega rækjur mjög skoðar, það er bara eins og alltaf. Stundum kemur svona slórbræðið þar, sem ég veit ekki hvers vegna er, en það er náttúrulega, það eru fristar náttúrulega og það getur alltaf komið eitthvað upp á í fristingunni þannig að það er eitthvað bara innfrist sko. En svo pabbi heitinn, hann gerði alltaf sko, gerði mikið salat sko, rækjusalat og það var alltaf ananas í rækjusalatinu alltaf ananas, svo heyrði ég einhverjum daginn, hann sagði já, þetta búið til rækjusalat og setja vimber til að fá sætuna það var svona nýtt, þú veist það ég sé ekki alveg fyrir mig vimber í rækjusalati en ég er bara alveg upp við ananas í rækjusalati og það er ógeðslega gott. Ég held að Guðni forseti myndi ekki vilja þetta. Hann vil ekki ananas á pítsunni sína. Já, en er ekki bara engan ananas? Ég veit það svo sem ekki. Ég er bara gamaldags kall með þetta. Já, þú ert það. Ég vil bara rækjusalati því svo rækjusalati er bara svona klassíst. Það er bara egg og rækjur og majó. Og gott majó. Já, og svo gott brauð. Já. Og svo borða alveg 5 sneiðar og líði í það sko. Það er rútína. Já. Það er svolítið bara en þetta er eins og maður segir, það er kannski líka eitt af þessu fáa sem við eigum í Íslands, það er þetta svona rækjusalat. Þetta færði ekki á mörgum stöðum sko í heiminum. Og ofátið, það er náttúrulega líka. Já, það er náttúrulega Finnarnir eiga alveg sérstakt orði yfir þetta. Ég er nú ekki góður í finnsku, þeir kalla þetta jólaolva. Það er svona jólaógleði. Það er sem sagt á aðfangadagskvöld svona klukkan 10 þeir eru búin að borða allan matinn og búin að hámiði svona hálfu kíló að Nóa Sirius konfekti og þeir eru bara treystir ekki til að standa upp og eru svo óglatt sko. Það er svona jólaógleði og það er svona orðið fyrir það. En rækjusalat, ég held ég hafi hvergi fengið svona rækjusalat, majónessalat. Í Bretlandi færðu rækjur og majónes í samlöku en þá er það bara majónes og svo rækjur ofan á. En þetta sem við kallum rækjusalat er svolítið svona shrimp cocktail, það er svona meira cocktailsósa í því svona... sko... Það er náttúrulega Mary Rose, nú skulum við vera alveg hægir sko. Það er sko Mary Rose sem er basically eftir þessu cocktailsósa samt sko. En þú þarf að gera hana þannig sko. Okay. Þessa litlu rækju, ég bara rækjusalat og djúpstættar rækjur. Það er voða lítið annað sem ég vil sjá þar í. Ok, þú er mjög einfaldur, Bjartur minn. Og svo náttúrulega brauðtertunni. Já, það er náttúrulega séð rækjusalat. Ekki klikka á henni. Nei, ég er hrifinn af því líka. Það er rækjusalat. Já, ok, er það? Já. Ekki samloka, eða kaka? Nei, mætti hægt að rökra að þetta sé tæknilega sé kaka, þú ert með lauginn að brauði og brauðin alltaf bara hveiti og allt þetta. Þetta er brauðterta. Já, en þessar litlu rækjur þegar við leiður bara eldaðar eitthvað ef það er ekki bara í sjávarréttasúpu finnst mér alltaf leið en ef það er steikt eða snertipönnu þá finnst mér að vera ónýtt. Já, það er svolítið þannig sérstaklega litlu. Ég vil bara hafa ráar. Já,
En það voða gaman sítrónu og það alveg ótrúlega gaman að gera brauðtertur vegna þess að þetta þykir svona pínlítið hallærislegt en þetta alltaf vinsælt. Þetta svo gott. Og það eins og ég hef alltaf sagt af því ég nú ekki lærður matreiðslumaður en ég hef aldrei getað skilið andúð matreiðslumann á rækjukokteil. Ég hata rækjukokteil þegar þú segir það. Mér finnst það alveg það glataðasta. Ég aðdáandi nummer 1 á rækjukokteil í Íslandi af því að bara, þú veist, til dæmis að bjóða útlendingum upp á rækjukokteil sem kom í veiðhúsin en finnst þetta svo geggjað og sérstaklega og það kemur alltaf þessi spurning hver ákvað að láta rækjukokteil hverfa af matseðlum og ég held að ástæðan fyrir því sem kokkum finnst þetta ekki merkilegt er að eina sem þeir þurfa eiginlega að gera er að búa til góða Mary Rose sósu til þess að setja ofan á eða 1000 daga sósu af því að ég sé alltaf bara, ef ég er með kokka í vinnu hjá mér, bara ekki snerta rækjurnar mínar, bara leiðum bara þiðna, ekki salt, ekki pipar, ekki neitt. En múið bara til góða sósu og þá er málið dautt. Það sem ég þoli ekki við rækjukokteil, tengist bara presentation. Ég hata þetta glas og ég hata að hafa svona standandi út rækjur. Já, þú þarft ekki að presentera það þannig. Nei, ef það eitthvað öðru séð, þá... Hákon gerði alveg geggjað útfærslu af þessu niður á Hótel Borg á sinn tíma. Og þá var þetta bara ringur, sett í ring á disk, avokado undir, handpillaða djúpsjávarrækjur ofan á, hann var með 1000 daga sósu og svona í þessu. Ég myndi ekki tata það. Það var geggjuð útfærsla og svakalega gott og ótrúlegt en satt, einn af vinsælustu forritum. Hákonin alltaf snillingur. Bara algjör. Algjör meistari. En þannig samt ekkit flóki hráefni. Nei. Þú þarft ekkit að krydda rækjur mikið. Bara ef þú ert með góða rækjur, þá ertu bara með sósun og þetta er eitthvað, það er fullt af fólki sem þú ekki einu svona að segja frá því að það er með rækjukokteil í forrétt á jólunum hjá sér. Já. Það er út af því að það búið að sverta rækjukokteilin með þessu ljótu glasi sem að standa út. Það er bara, ég myndi aldrei, ef þú myndi bjóða mér að ég myndi segja nei takk, þú þurftir að borga mér svona 10 skall til þess að geta. Hvað viltu freka að fá það bara í kaffibotla? En þá ætti að koma upp listamannsskinnið í kokkinum og segja, nú ætla ég að gera rækjukokteil sem að verður listaverk. Já, það er... En ekki fokkaður upp með að fara að krydda eitthvað rækjurnar og gera eitthvað. Nei. Þú væri samt líklega til þess. Já. Alveg. En ég er að segja, á endanum er þetta, mér finnst þetta, af því að þetta er, ég ætla ekki að segja að rækjukokteil sér íslenskt fyrirbrigði. Hann var alltaf mjög þekktur í Bretlandi á sínum tíma og svona. En ég held að þetta sé samt eitt af þessum hefðum sem hafa verið hérna lengi og við eigum ekki kannski að tapinu poppana kannski upp aðeins og höfum þetta með og prestur, að því ég meina íslensk rækja er alveg frábært hráefni. Sérstaklega þú færði þessa einfristu rækju, þetta er geggja stöf. En er þetta einhver íslensk hefð að vera með rækjukokteil? Það var hérna áður fyrr. Nei, ekki sér íslenskt fyrirbrigði. Þetta var mjög vinsælt í kringum 70 var rækjukokteil bara svona það fínasta fínsjókast fengið. Þetta er á þeim tíma sem menn voru ennþá að henda humrinum að því að hann fannst þetta ógstætt. En þú veist, þetta var í mörg ár mjög vinsælt. Eins og bara sýnir sig, það er fullt af fólki eins og ég sagðan sem að hafa rækjukokteil forrétt á jólunum, alveg eins og fullt af fólki sem gerir aspasúpu sem forrétt á jólunum. Þetta er svona partur af einhverju svona einhverju sem komst upp á einhverjum ákveðnu tímabili. Og ég held að við megum ekki endilega gleyma auðvitað, við þurfum ekki alltaf að setja þetta í þetta glas. Nei. Takk. Það þarf ekki að vera. Nú er bara að gera bjart glaðan. Það er hægt að gera alls konar útgáfur. En bara, við megum ekki alveg gleyma þessu. Þetta er svona partur af okkar menningu. Þetta er ekki endilega gamalt. Og einn af þeim sem hefur náttúrulega svakalega duglegur að halda upp í svona íslensku og svona úr héraði og var svona kannski með þeim fyrstu sem gerði það svona bara og var heila bara all inn í því Friðrik V að hann var rosa duglegur að taka allt úr héraði þegar hann var á Akureyri og láta kafa eftir skeljum og dóti í fjörðinn og svona sem var að gera alveg frábæra hluti á veitingastaðnum hjá sér
og var fyrst og fremst að nota það sem var íslenskt með einhverju svona tvisti að sjálfsögðu, en fyrst og fremst íslenskt hráefni og hann valdi frá hvaða bæjum hann tók kartöflurnar og hvaðan hann tók allt saman og ég saknaði þess pínu lítið að eftir að hann hætti á Laugaveginn að það er eiginlega engin svona staður sem tók það svona að sér að vera bara algjörlega íslenskur staður. Nei. En ég saknaði þess pínlítið að við skulum ekki hafa, ég veit ekki hvernig er með mat og drykk ég þekki það bara ekki en ég var svo ánægður með það sem hann var að gera hann var virkilega að sýna mat sem við getum verið stolt af og hráefni sem við getum verið stolt að geta gert sjálf. Já, talandi þetta, þá náttúrulega var ég að skoða matselina fyrir Food and Fun og á öllum matselum á öllum þessu stöðum sem þessi kokkar komu, það var allir með forréttin tengdan hörpuskil. Það var hörpuskil. Og ég fengi að vinna með svona kafaravitri hörpuskil og þetta er geðbílað hráefni. Þetta er ógeðslega gott hráefni. Og þegar hún er það ferska, þegar þú skerði hérna og hún hristist, sko, þú veist, þetta er bara, þú getur borðað hana ráa og hún er lostæti, sko. Já. eins og bara svona hörpuskels carpaccio. Já, ég fekk rétt á Otto á Food and Fun og ég er bara það einfaldur, ef ég fæ hörpuskel í hörpuskelinni sörfi það í skelinni ég er bara ánægður strax leðum ég fæða á diskinn það bara geggjað ég veit að þetta verður gott að þetta kom í skelinni það er bara eins og skeljar eru geggja og þá bara nýta þetta af hverju fæ maður ekki hörpuskil alltaf þegar maður er út að borða það er kannski af því að það er náttúrulega sko, þú ert náttúrulega ungur til þess að munna eftir það var veitt gríðilega mikið af hörpuskil í Breiðafirði og og bara flott skel, það var ekki stór skel hún var lítil og þegar ég er að byrja minn feril sem hótelstjóri inn og kynum að 23 ára þegar ég var fyrst hótelstjóri á Núbi Dýrafirði að þá vorum við með svona hörpuskel í einhverju svona rjómasós og eitthvað svona og þá keypti ég Stykkishólmi hörpuskel sem var appelsínugul aðalega því mér fannst hún bara falleg á litin og það er hörpuskel sem er ef ég man þetta rétt þá er hún bara mikið í þara alveg eins og þorskurinn í Breiðafirði sem mikið í þara hann verður svona rauður á magan og ég keypti mikið þessa appelsínugulu af því að hún var flott með sósunni og svona fallegi litir og frábært, en svo bara hrundi stofnin á hörpuskel í Breiðafirði þannig að þess vegna er kannski ekki mikið af hörpuskil eins og var en þetta var allt frekar svona smá hörpuskil risa hörpuskil er ekki til á Íslandi sko. Þessi svona stóra Já, ég fengi bara kafaravita bara... Já, það er rosa lítið af þessu en hún var alveg biluð Já, þetta er bara frábært hráefni ívilker og þú veist, að þú færði þetta og ég veit að Friðrik var að gera töluvert af þessu sem sagt fyrir norðan Já, og hann var rosa kröfuharður náttúrulega bara á allt hráefni og svona og ég held að það sé nú svo sem kannski líka með flesta svona maturismenn í dag þeir eru nú alveg kröfuharður á hráefni Já, ég veit að Gísli Matt sendir sína út í bara náttúruna ná í allt sem hann finnur á eiginu Já, það er, og sem er frábært bara geggjað, hann átt að vera En þú sér það Friðrik er að byrja þessu 90 og eitthvað sko og sem að mér finnst alveg frábært að menn byrja að því að við þurfum hugsjónafólk og hugsjónamenn og konur til þess að byrja með þetta og við eigum mikið af frábæru hráefni og þess vegna sko ég veit ekki hvort ég munið eftir því þegar var allt inn í tísku að vera með kengurukjöt eða strútskjöt á veitingastöðum á Íslandi allt í lagi að prófa eitthvað svona þú veist í eina viku ertu með eitthvað en þú veist fólk er almennt ekki að koma til Íslands til þess að borða strútskjöt eða eitthvað svo Nei, en Íslendingurinn hann er alveg til í að prófa smart Já, ég er að segja, það er allt í lagi að hafa eitthvað með til þess að prófa, en þetta má aldrei verða svona hvað ég segja, að það sé aðalatrið við eigum alltaf að hampa okkar hráefni vegna þess að það er svakalega gott og við þurfum að reyna að koma okkur upp úr því að afsaka hráefnið okkar og það sem við erum með Við erum með geggjarhráefni og við erum með
sko það ekkit margir staðir í heiminu sem geta státað eins góðum fiski til dæmis eins og Ísland þannig að við eigum að hampa þessu og vera duglega að selja þetta á veitingastöðum og gera tilraunir með þetta það þú veist, ég ekki að tala við þurfum að vera alltaf bara með saltfisk og hamsatólk sko. Nei. En það alveg hægt að gera alls konar skemmtilegt úr þessu hráefni sem að bara ótrúlega flotti hlutir og einhvern veginn á mörgum stöðum sem kemur til Boston þeir eru rosalega stoltir af sínu New England clam chowder sem að mér finnst bara eiginlega að vera eins og fiskur í jafningi einhver en þú veist, fínt sko en þeir eru rosalega stoltir af þessu og finnst þetta geggjað Svona eins og ég með pulsuna pulsuna en að því þú sagði saltfiskur og ég nefnilega alltaf að koma aftur á pulsuna þá myndi ég það að við fórum einmitt í skólanum og fengum við það verkefni að nota saltfisk og setja hann í einhvern annan búning þú veist, og þá eru sumir sem að fóru í einhverjar mimósur og einhverjar svona japanst og hitt og þetta á Mexíkó og eitthvað svona Saltfiskrókutur til þess? Já, einhver fór þangað, veistu hvert ég fór? Nei. Pulsuna Ég geri saltfiskpulsu í svona svörtu brauði með bjórsultu, lauksultu og remulaði Er þetta ekki geggjað? Geggjað Pulsan Annað, það var á Food and Fun þá var einn kokkur sem kom þegar það var grand og hann var svo hrifinn af íslensku SS-pulsunni bæjarins bestu þannig að hann reyndi að replicate hana með kolkrabba og hann sauð kolkrabba í man ekki hvaða vökva en það var bacon og laukur og reykur og allt í þessu og svo minnum við hann með einhvern bjór sauð hann í þessu var einmitt með kolkrabba bleksbrauð og var með eitthvað svona, ég var svona aðeins að herma eftir honum og þetta magnaða við þetta var að þetta bragðaðist eins og SS-pulsa eftir á þegar maður búin að ná öllum þessum elementum í þetta það mjög skemmtilegt þannig að það maður sér til dæmis ekkert oft kolkrabba til dæmis á veitingast á Íslandi ég fekk kolkrabba á Food and Fun núna ég er sem maður sér þetta ekki mikið sko, þá fekk ég bara eitt svona hvað sem þetta heitir einn arm bara grillaður og marineraður ógeðslega gott ég hef fengið þar en við eins og ég sagði þann við hjónin erum mikið út á Spáni og þar fæ ég mér reglulega kolkrabba það er á veitingastöðum þar út allt sko. Það er bara út allan heim geggjað hráefni sko. Búið þið þar á veturnar? Við erum þar mikið á veturna við erum með þessi veiðihús á sumrin það eru 100 dagar 100 dagar törn það sem við erum að vinna kannski 16-18 tíma á dag bara svo reynum við að vera svona við erum aðeins frílans á veturna en erum mikið á Spáni en við erum að taka voða mikið svona námskeið og svo erum við að taka svona gig fyrir viðskiptavinn okkar sem eru í ánum en við svona, við veljum svolítið úrorðið hvaða gig við tökum það er bara, við erum komið þangað svolítið Hvað myndir þú segja við fólk sem er að horfa á þáttinn okkar núna og er svona allt í einu, það er kannski sniðug hugmynd fyrir mig að fara bara í butlerinn. Hvað myndir þú svona, orða við þau að þetta gera, byrja og... Sko, fyrst og fremst að skoða, það er alls konar nám í boði. Ég ákvað að fara í þennan skóli, ég skoða þetta mjög vel á sínum tíma af því að þarna var 10 vikna prógram. Þessi skólar sem að er í Bretlandi, þeir bjóða margir á, þetta er svona 1 upp í 3 vikur mér fannst það ekki einhvern veginn nógu yfirgripsmikið, mér fannst það meira svona eins og að fara á svona, hvað ég segja, bara að fara á svona helganámskeið og mér fannst það ekki alveg svona það sem að, það var ekki alveg svona fyrir mig ég sko, þessi skóli varð á endanum niðurstaðan hjá mér, það er annar mjög flottur skóli líka í Belgíu sem er ekkert mjög langt frá Antwerpen það er skóli, þar eru ekki nema 8 nemendur í einu við vorum 20 hjá mér fannst það kostur að því ég vildi mynda meira tengslanett og stærra en hinn skólinn vinnur rosa mikið með iPad og er með allt inn í iPad og svona, þetta er mjög flottur skóli líka og svo eru þessi skólar í Bretlandi þannig að svo komið útibú frá skólan sem ég fór í það komið útibú í Kína þar og
af því að þessi bransi að stækka svolítið líka yfir í það að menn að fara meira að vera út í snekkjum og svo menn að fara í engavélarnar og flugvélarnar og svona. Þannig ég myndi segja fyrst og fremst skoða skólana og skoða námið og þá þar að leiðandi að skoða hvort þetta eitthvað fyrir þig til þess að gera og fólk getur alveg haft samband við mig að það vil komast í tengslu skólan sem ég fór í og get ég mælt með honum? Já, hygglust, frábær skóli og býr sína nemendur vel undir starfið og ég veit það bara af því að þessi starfsmaður sem við höfðum í fyrra sem kom úr skólanum þetta er ungu maður hafði enga reynslu úr þessum bransa fyrr og frábær starfsmaður algjörlega frábær starfsmaður og viðskiptavinir elskuðan og bara fagmaður fram í fingurgóma og ég var rosalega ánægður að sjá það og þannig að skólinn virðist ennþá vera allavega með þennan nemanda þá er skólinn ennþá að útskrifa hörkufólk. Er þetta dýrt nám? Já, dýrt og ekki dýrt. Mér minnir að þetta hafi kostað þegar ég fór 14.500 €. Þetta er svona tæpa 2 milljónir þessar 10 vikur. En inn í því var þú fékkst sem sagt butler og uniform var inn í því og allt fæði og húsnæði í þessar 10 vikur. Og ferðin í sem sagt til í kampavinnið var líka sem sagt innifælin í þessu sem sagt alla ferðir sem við fórum í voru innifaldar í þessu líka. Maður er náttúrulega fjárfest í sjálfum sér þegar maður fer í svona. Já, það er bara svolítið svoleiðis. Þannig að vikan kemur út kannski, ef þetta eru 10 vikur þá kemur vikan út á kannski einhverstaðar 150 til 200.000 og og það er sérst námið og blús uppihald og svona. Já, ég meina þetta kostar. En vel þess virði? Já, og sko og þú ert full fær í rauninni butler getur, ég ætla ekki að fara að segja að það sé sambærilegt nám og við framreiðslumannin en hæglega gæti butler komið sér vel fyrir veitingastæði líka. Þú veist, það er bara hæglega og þó ég sé ekki að leggja þetta á jöfnu þetta er bara tent ólíkt en hæglega gæti það komið sér vel. Þannig að ég mæli hygglust með því þetta tekur 10 vikur þannig að það er engin skaði skeður þó þú takkir þetta og þó þú fáir ekki endilega þá vinnur sem þú vilt en svo er bara að breytast rosalega mikið og ég finn það bara það er alltaf meiri og meiri eftirspurn eftir svona námskeiðum í fyrirtækjum það er orðin meiri og meiri finnst mér svona en horfa meira á þjónustu hliðin í dag heldur en þeir hafa gert og fyrirtæki eru farin að átta sig á því að sko, það er ekki alltaf verðið sem að skiptir öllu máli þjónustan er farin skiptir í nútíma samfélagi skiptir orðið meira máli en menn gera sig grein fyrir margir ég er gríðilega sammála þessu og þetta er að gera og þá er ég ekki bara að tala um veitingastæði ég er bara að tala um almennt í samfélaginu og til dæmis það var eitt sem útskrifast úr skólanum hjá okkur hann mér skilst að hann hafi verið ráðinn hann var ráðinn til Bentley skilst mér sem sagt þú ert með CEO sem forstjóran hann var ráðinn sem hospitality sem sagt executive officer og hann fór á milli sölustaða bara og tók sölumenn í gegn bara svona hvernig tækjum átti fólki, hvernig gerðu gott kaffi, hvernig bæru fram kaffibóllan til sína viðskiptavin og svo framvegis. Og þetta, ég oft ekki dæmi, Óskar de la Renta, sá frægi hönnuður, hann sagði einhvern tímann sko, lúksus er ekki taskan eða það sem þú kaupir, lúksusin er upplifun. Og það getur verið meiri lúksus fólkin í því að fara á kaffihúsið og hotninu heldur en dýra kaffihúsið sem er hinum með við göttuna þannig að það er svona þessi tilfinning og þess vegna held ég að og ég finn það bara því miður hef ég ekki getað sinnt öllum þeim sem hafa leitað til mín og okkar varðandi svona námskeið
en menn að átta sér smám saman á þess að fólk ekki bara að horfa á krónuna að það svo margt inn í þessu líka sem heldur þér á ákveðnum stöðum bara ég hef stundum tekið Fjarðarkaup sem dæmi af hverju keyrir maður langa leið til að fara í Fjarðarkaup því það frábær þjónustar geggja kjötborð og fiskborð og þú ferðar út af þjónustunni sem þar akkurat og það fólk sem búin að vera þar mjög lengi í vinnu þekkir sitt fag og bara ofsalega góð þjónusta en mann líður alltaf vel að koma í Fjarðarkaup ég veist ekki þar á hverjum degi þeir eru ekki ódýrastir en það alltaf leið vegna sem þú ert að fara þarna að þú fær góða þjónustu Þú ætlum að byrja Fjarðarkaupum að sponsa líka Já, ég bara, það getur líka verið sko. En ég að segja, þetta það sem að gerast þú veist, smám saman vil ég meina og maður sér þetta líka í fiskbúðunum það er bara betri þjónusta og þannig að þess vegna er tilbúin að koma þangað og borgar aðeins meira fyrir það, já en þú ert til í að gera það og þetta er það sem að mun gerast held ég núna og verður líka þannig svolítið með veitingastæðin það sem góða þjónustan þeir lifa betur heldur en þeir sem að þjónustan ekki góð og það mun gerast meiri í framtíðin það verður meiri krafa á þessa svona góðu þjónustu, þá ég ekki endilega að tala að það sé allt korrétt samkvæmt bókinni heldur að fólki bara þessi þjónusta sem fólki líður vel Við getum talað endalaust Jóhann greinilega, það er bara endalaus viskubrunnur af alls konar Við gerum bara framhaldsseríu Já, það Hvernig væri það einhvern Ég kem bara seinna bara verður velkomin bara þegar ég kem næstur á Spáni Ég held að þessi þáttur sé komin í framhaldsseríu nú þegar Við nefnilega ég er mikið blaðskjóða Já, þú ert það og get sittið og tala alveg endalaust þannig að við getum þurft að fá þig aftur Já, ég er nefnilega svona blaðskjóða líka Gott að hitta fleiri Ég áttaði mig á því þegar ég fór að kynna danskeppnir í Bandaríkjunum sem að þetta eru svona langi dagar byrja 8 á morgnana til 12 á kvöldin og við erum yfir 2 skiptum með okkur 3 tíma í einu sko. Eftir fyrsta skipti sem ég fór út og sagði ég mitt úr konu minni ég loksins búin að fatta af hverju ég hef talað svona mikið alla mína ævi til þess að þjálfa mig fyrir þetta þannig ég geti haldið út þessa daga og það er bara svolítið þannig Gekkja, takk kærlega fyrir komuna Takk fyrir mig, gaman að koma og hitta ykkur Já, bara sömulegis, gaman að hitta því Hlakka til að sjá okkur næst Við erum fróðar butlers jobbið og bara margt annað Já, ýmislegt annað Takk fyrir að hlusta